komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin að tækjunum. Já, stór þáttur maður. Heldur betur. Þetta er virkilega stór þáttur. Tímamóta viðtal. Mjög spennandi allt saman, en áður að koma að þættinum sjálfum. Þá er það Kaldi. Já, hann er náttúrulega frá sömu slóðum. Heldur betur. Og gestið kvöldsins. Já, að norðan. Og það er napurt í dag. Það er hundslapp að drífa og ég veit ekki hvað. Alltaf þegar það snjóar svona, þegar sko kingi niður, á sögum kalda. Já, sammála. Alveg saman hvort það er ljóskaldi eða kaldi light, það er bara... Er þetta tíðinda að vænta með light frá kalda? Eitthvað sem er ekki tímbært að nefna núna, en við munum gera í náinni framtíð. Já, stay tuned. Og svo auðvitað tilkynning sem að var að eiga sér stað með Smáriki. Heldur betur. Þú getur fengið kalda heimsendan eða sóttan í Smáriki núna. Já, rísa tilkynning og Smáriki auðvitað best öttulega fyrir neytendum í landinu. En aftur að þætti kvöldsins. Það er hann Birkir Bjarnason, fyrrum atvinnumaður og landslísmaður í knattspyrnu, en hann lagði nýverið skóna á hilluna eftir glæsilegan feril. Birkir er landsleikjahæsti leikmaður í sögu íslenska landslísins með 113 leiki og spilaði meðal annars með liðum á borð við Aston Villa, Basel, Sampdoria, Brescia og ég gæti haldið áfram. Við þurfum bara að hlusta. Gefa okkur góða tíma í að fara yfir ferilin hjá Birkir í kvöld. Vertu hjartanlega velkomin aftur. Jú, takk fyrir. Sko, Birkir, þú ert ekkert mikið fyrir að mæti viðtölu þannig. Nei, ég er svona oftast forðast í. Ég er náttúrulega er svolítið alinn upp í Noregi og þegar ég svona fyrst kom í landslið þá var íslenskan svolítið bjöguð eftir að vera í Noregi í langa tíma frá því á ungum aldri og þetta tók svolítið tíma að finnast þetta í lagi að mæta í viðtöl. Já, og við erum mjög heppnir að fá þig og takk fyrir að koma. Sko, það gengir hérna niður snjóur að taka hérna laugardagskvöldi. Þú gerist ekki svo vitlaus að þú ætlar ekki að flytja á hingað og þetta sker. Nei, það er ekki planið eins og staðan er í dag. Við erum ennþá út á Ítalíu og við erum svo sem ekkert búin að ákveða neitt ennþá, en það verður bara tíminn að sína. Já, sko, mér langar að byrja þetta einu skemmtilegu. Þú settir á miðlanlega hjá daginn myndaðir með Pep Guardiola. Hvernig æxlaði svo mynd og hvað hittust þið meistarar? Þetta var nú bara þannig að við hann spilaði náttúrulega í Brescia á sínum tíma og kemur oft í bæinn og hittir mjög góðan vin sinn sem er teammanager í Brescia og hefur verið síðan bara, ég held að hann hefur verið í 30-40 ár, þannig að þeir eru mjög góði vinir og þetta var afmælishelgi hjá honum. Já. Og ég þekki þennan teammanager mjög vel líka og hann ætlaði hann mætti á leik og þeir byggðu mig bara upp í bóksi hjá þeim og það var bara gaman að spjalla við hann. Já, hann var ekkert að spyrja hvort þú var búin að leggja skóna fullkomna á hilluna? Nei, ég held ég hefði ekkert að gera í hans liðu. Nei. Áður lengur haldið, mér langar bara að taka að því að þú rætur að reykja til Noregs og Íslands og þú múið að spila með Aston Villa, Basel, Sampdoria, Brescia og fleiri liðum sem komum aftur inn á eftir, en hvað talar mörg tungumál reibrennandi? Ég tala náttúrulega íslensku og norsku, ítölsku, ensku, svo ætla ég ekki að ljúga mér frönsku þó að kærasta minn segja frönsk, en ég skil svolítið í henni og það er kannski næsta tungumálið. Þú náður ekki tyrkneskunni? Nei, ég reyndi það nú ekki. Svo að liðsfélagið minn frá Noregi var alveg komið með þetta. Aha, ok, vel gert. Ótrúlegt. Þarftu að tala tyrknesku, sko? Já, það er eitthvað ótart. En við ætlum að fara okkur í upphafið. Já. Akureyri, Noregur og Víking Stavanger er bóðið Íslandssjóða. Umræðan fer oft mikið út í hlutabröðarsjóðana. Jú. En við skulum ekki gleyma því að blandaði sjóðir eru vinsælastir og þeir henda, ef ekki að segja bara langflestum. Jú, langflestum. Og það er reglulegur sparnaður og Íslandssjóðir hafi verið lengst í þessu, en við skulum byrja bara alveg á byrjunni. Birkir, hvernig var að alast upp á Akureyri? Það var bara geðveikt, sko. En þá þann dag í dag þá finnst mér alltaf ótrúlega gott að komast norður og gera það reglulega. Ég er náttúrulega með stóra fjölskyldu þarna og líður mjög vel þarna, þannig að ég nota hvert tíma sem ég get til að fara norður. Þú flytur ungur til Noregs, 11 ára gamall, ef ég með heimavuna rétt að
hvernig, af hverju flyttið þið til Noregs? Já, sagan sem við fengum var bara að þau vildu bara prófa eitthvað nýtt og það var nú eitthvað vinnutengt hjá foreldrum mínum en þetta var svona fyrst og fremst bara að prófa eitthvað nýtt og þannig. Já. Ef við förum þá í fótbolta, hvort betri yngreflokkaþjálfun á Íslandi eða á Akureyri í Noregi? Klárlega Íslandi. Sérstaklega Noregur er náttúrulega mjög stórt land og kannski erfiðar að vera með alvöru struktúr í þessu. Það kom svolítið óvart. Við vorum systkini og systir mín, við fekkum svolítið sjokk þegar við komum út og byrjuðum allt í að æfa einu sinni í viku og með foreldra sem þjálfara. Það var ekkert sérstakt, smá panik í gangi hjá okkur upp á framhaldið en það var bara tekið önnu leið og eftir eins mikið og maður gat með bæði eldri og yngri og bara gert það sem maður þurfti. Áður en við kveðum brekkuna alveg verði ég að spyrja, ég má til á ekki að sameina Þór og Káa, það ekki best? Nei, ég held að það sé ekki góð umræða held ég. Pabbi var náttúrulega Þórsari og ég fór nú eiginlega bara í Káa út af því að við byggum rétt hjá Káasvæðinu þannig en ég held að það sé glötuð hugmynd. Frábær hugmynd þér. Þú eins og segir mættur að 11 ára gamall, ætlaðir að vera ungur og aldrei atvinnumæður í fótbolta, 17 ára gamall farið samning hjá Víking Stavanger sumarið 2005. Þannig að þú hefur allavega fengið nægilega góð æfingu og þannig ertu bara komið risa lið strax 17 ára gamall. Já, ég byrjaði mjög snemma að æfa með Víking í yngri flokkum. Mér hafði boðið æfingu strax held ég 14 ára gamall með úlingaliðinu einu sinni 2 viku og það var bara svona langt prósess að því að ég fekk loksins tækifæri í meistaraflokki 17 ára gamall og þetta var bara ótrúlega góður skóli. Já, við spyrjum alltaf knattspyrnumenn að þessu, svona hvenær vissur að væri, af því að ég og Leifur ætlaðum líka að vera atvinnumenn í knattspyrnu, hvenær svona vissur að það væri raunhæft að það geti gerst? Ég veit það ekki. Ég veit ekki hvort það hafi verið eitthvað sem var mikið að pæla í svona ungum aldrei en þetta var náttúrulega bara fyrst og fremst bara gaman og maður bara var í þessu það maður elskaði að vera í fótbolta og kannski svona þegar maður var að byrja að fá að æfa með úlingaliðinu í Víking þá byrjaði maður svolítið bara að hugsa fram á við og setja þessi markmið. En mér ákveðan hlaða óna þetta sem að Birkir að segja með það sko á hvaða tímapunkti hugsaður kannski kom það ekki fyrir í meistaraflokki, ég veit ekki, en byrjaði einhvern tímann að nálgast fótboltan á annan hátt en jafnaldræðinir? Það kom kannski alveglegar? Já, ég náttúrulega ég byrjaði með að æfa og spila með meistaraflokki í þriðdeildinni í Noregi þegar ég var 14-15 ára og var ótrúlega heppinn að fá að byrja svona snemma með bara fullorðins fótbolta og lærði ótrúlega mikið inn að bara líkamslega hvernig maður á að verða því líkamslega bolta þannig að það var ótrúlega mikilvægt fyrir mig og svona þá sem ég var að byrja að taka næsta skref og þar alveg byrja svo með úlingaliðinu hjá Víking. Sko maður verður að spyrja við Íslenska þjóðan verður ævilega þakklátt fyrir að hafa val í Íslandi. Blundar eitthvað norsari í þér eða? Ég fekk nú einu svona spurningu hvort ég hugsanlega myndi vilja spila fyrir Noregi en ég afþakkaði það mjög fljótt og það var svo sem aldrei nein spurning fyrir mig. Nei. Við náttúrulega þekkjum helst sem kantmann. Hvað stöðu var Birkir Bjarnason að spila þegar hann var svona að koma sér á toppinn í Noregi? Ég byrjaði sem kantmaður, ég var náttúrulega miðjumaður alveg frá því á ungum aldri en svona þegar maður er komin í svona alvöru fótbolta þá oft þannig að ungu leikmennir eru settir svolítið í aðra stöður og ég var settur fyrst á kantinn og
og það bara gekk vel en það svo sem var ekki lengi, ég fór fljótlega inn á miðina þar sem við spilum 4-3-3 þannig að það er svona mín uppáhaldsstaða svona í áttunni fram á við og ég fór svo sem rosalega fljótlega bara í það þegar ég kom inn í Víking. Eitt áhugavert ef við erum reykjum ferilinn aðeins, við erum komið til ásins 2008 þá fyrir að lán til Bodo Glimt þeir voru tvítur svona áður við spurðum hvernig sá tími var þú gast líklega ekki séð að tæpum 20 ára síðan var þetta lið að fara að taka Real og Inter og fleiri lið. Nei, algjörlega ekki sko þeir voru nýkomnir upp í úrvalsdeildina og þetta svo sem svolítið ótrúlegt að þeir hafi náð svona langt með að við stærðin á þessum klubbi en það er bara ótrúlega vinna sem gengur á hann bak við tjöldin og hefur gert síðan líka bara síðan ég var þarna bara alveg topp menn í öllum stöðum og ég er bara þakkláttur því að hafa fengið tækifæri þarna og sýna mig, það var líka gott að geta tekið 4. setið á þessu tímabili töluvert hærra en það sem ég kom frá Víking. Afsækja, ég myndi alltaf City og Inter sko ein heimspekileg spurning sem er kannski erfitt fyrir þig að svara Birkir sko en af hverju Noregur svona góður að búa til íþróttamenn það er sama hvað sem við Erling Haaland, Martin Ødegaard, Magnús Carlsen er eitthvað í DNA-inu þarna? Það er erfitt að segja en þetta er bara algjör íþróttaþjóð þó að sé fótbolti, handbolti vetraíþróttir þetta er allt ótrúlega metnaður í öllu þarna hjá þeim og þeir gera allt 100% og það er engin tilvílun að það eru svona mikið topp íþróttamönnum. Nei, heldur betur ekki. Sko, ferðan einmitt á lánu til Bodo, svo heldur áfram hjá Víking og ert nú bara eiginlega Club Legend þar og það er liðið sem átt flesta leiki með. Hvenær varstu nú búin að stimpla rækinu inn í liðið og varst kannski farin átt að því að þú verður að fara í sterkari deildir? Ég stimplaði mig svo sem mjög fljótt inn í þetta hjá þeim. Ég held ég að ég byrjað fyrsta deildarleik í nánast öllum tímabilinu bara frá því ég var 17 ára. En þó að ég náttúrulega fyrsta tímabilið þá spilaði ég nú ekki ég var nú ekki alveg fasta maður allt tímabilið en það var svona sérstaklega eftir að ég kom frá Bodo Glimt þá svona tók svona hvað ég segja mitt svona minn ferill svolítið upp á við ég spilaði alla leiki og var að gera það vel og skora mikið af mörkum og þannig og þar að leiðandi kom mér í landslið og það náttúrulega gaf mér bara ekstra búst. Já, og byrjaði að fá þér umbóðsmann þarna og annað eða? Ég man ekki alveg hvenær ég held ég að fengi fyrsta þegar ég var 17 ára og svo skipti ég einhverjum árum síðar. Þú spilar yfir 100 leiki þarna en færið síðan árið 2012 í janúar yfir til Standard Liège í Belgíu. Skrifur undir 5 ára samning þarna. Hversu stórt var þetta skref á þeim tíma? Fyrir mig náttúrulega bara ótrúlega stórt. Þetta var náttúrulega minn fyrsti svona samningur sem var fyrir utan Norðurlöndin og það var svolítið svona sérstakur endir hjá Víking. Åke Hareide var þjálfarinn hjá okkur og ég held ég að verið hjá honum í 2 ár og fyrsta tímabilið með honum var frábært en seinna tímabilið þá var svona leiðilegt hvernig þetta endaði en ég var í samningsviðræðum við á allt tímabilið og ákvaða að skrifa ekki undir og það ég taldi þá möguleika meiri að komast út á þeim tíma svolítið aðri tímar en í dag þar sem bara annað hvern maður er að fara út sko en og það hann var ekkert rosalega sáttur með það hann Åke og setti mig upp í stúku í síðustu 3 mánuði en við þetta var svolítið leiðilt að enda þetta þannig þetta endaði þannig að við lentum í háaður yfirveldi upp í skrifstofu hjá
general managerinn general directorinn en svo horfði ég bara fram á því. Sko, blessu sér minningans og á ræti, hann kom til okkar í frábært viðtal. Sko, þegar hann tekur við landsliðinu þá var hann ekki mikið að velja Birki Bjarnason. Ég veldi fyrir mér, heldur að þetta hafi spilað einhverju rullu þar? Ég veit það ekki, ég er svona erfitt fyrir mig að segja það. Ég er náttúrulega ég myndi ekki halda það en ég var nú í fyrsta hópnum hjá honum en því miður bara meiddist ég daginn fyrir leik og svo valdi hann bara aðra í staðinn og þannig að það bara. Er ekkert erfitt, eða svo segir hann hendur upp í stúku þannig 3 mánuði, hvernig var Birkir Bjarnason á æfingum þarna á þessum tíma? Var ekki erfitt að mótivera sig? Já, veitandi að vera upp í stúku? Jú, það var það klárlega sko, en það var bara eitthvað sem maður þurfti að taka á og að lokunum þá endaði þetta ágætlega. Ég fekk mitt múf og held bara áfram. Já. Sko, standard lífstoppið er ansi stutt. Hvað gerist þarna? Ég átti frábæran tíma. Þetta var alveg frábært félag bara í alla vegur sko. Það er ótrúlega svona vel struktúraður klúbbur og gekk bara vel. Spiluðum hann í Europa League þetta ár og ég var svona inn og út og var að fá bara fína mínútur og svo erum við að undirbúa okkur fyrir nýtt tímabil og þá kemur tilboð frá Serie A sem ég hef náttúrulega alltaf dreymt að spila í frá að ég var lítill krakki. Ég var alltaf að horfa á Serie A með pappa upp í sjónvarpshólu og ég svona bara ákvað að taka það tækifæri og skella það. Heldur betur og það er þá sem að hann fer á láni til Pescara. Sko, draumur að fá að spreita sig í Serie A, hugsaður eitthvað það, auðvitað vissum við ekki hvernig deildin með enda, þú vissir örugglega þarna að þetta gæti orðið brekka því að þetta lið var kannski ekki með þeim sterkustu þarna í Serie A? Já, klárlega, þetta var náttúrulega þeir voru nú nýkomnir upp og byrjaði tímabilið mjög illa reyndar og ég held ég að vera með 5 þjálfara þetta ár og alls konar örugli í stuðningsmönnum og þannig að þetta var klárlega erfitt ár en bara líka mjög svona lærdómsríkt. Já. Kannski byrjum á því sko að hafði spilað þarna bæði í Belgíu og Noregi og þarna mættu til Ítalíu. Mikill munur á stuðningsmönnum, voru blóðheitir hann í Pescara? Já, klárlega en stuðningsmennir í Standard Liège eru mjög þekktir fyrir að vera mjög blóðheitir, þannig að ég var svona sem bara búinn að fá svolítið að kynnast í bara strax þegar ég fór til Belgíu en já, klárlega þetta Ítalinir sumstaðar geta verið ótrúlegir. Við lentum oft upp á kant við á þetta tímabil og því miður þá bara enda þetta þannig að við fellum. Emil Hallfreðs hefur talað um okkur með alveg að bara stuðningsmenni mæta oft bara á æfingar og svona. Var það þannig ykkur eða? Já, við lentum í einu svona, við vorum bara í miðri æfingu og allt í henni koma 30-40 húligans labbandi bara beint inn á æfingarsvæðið og bara segja okkur að hunskast inn í æfingarsal. Já. Og við allir og með þjálfurum inn í sal og já, þið gerir það bara. Já, maður náttúrulega bara gerði það sem henni gerði. Ég var náttúrulega bara ungur á þeim tíma og sá bara hræðsluna í augunum hjá sumum þannig og við löpum bara inn í sal og þar voru við bara inn í einhverju hotni með þá 30-40 að þeim hörðustu að lesa yfir ykkur. Að lesa yfir, alveg bara ég náttúrulega skildi ekki íþjóðskuna á þessum tíma þannig að það var kannski bara fín. Já, alveg klárlega sko. Voru líklega ekki að hrósa ykkur fyrir bolta sem voru spila? Nei, algjörlega ekki. Ég náttúrulega var komið með nokkrum af þessum verstu orðum og það var þó nokkuð sem ég heyrði þessi orð á þessum tíma en það sem var svona
sem kom mér mest á óvart að þjálfarinn var með rosalega bein í nefn og var bara stutt frá því að fara að berjast við þennan svo kallaðan líder hjá þeim en sem þurfti að aðskilja það en þetta gerði stundum nokkru sinnum á þessu tímabili það var einu sinni sem við vorum stoppaðir bara á mótveginum það sem það kemur við erum bara á leiðinni heim eftir leik tapaðan leik og við erum í rútunni og það kemur svona 3 svona vans með stuðningsmönnum eitt sem svona fer framan á okkur einn hliðina og eitt fyrir aftan og svona hægjar á okkur og sama gerðist bara inn í rútu sko og ég Komuð þér inn eða? Við komum inn, já bara opnað, það var ekkert annað í stöðinni og ég er næst aftast í rútinu og alveg bara sett niður í sætið og alveg skítrættur en já, þetta var ótrúlega tímabil svona þegar að kemur að þessu ég er meira sem með fleiri sögur sko hvað er mikinn tíma Þú hefur allan tíma í heiminum sko ég var líka mamma kom í heimsóknit einhvern tímann í sennilega janúar, febrúar þar sem við erum mjög neðarlega og það er svolítið heitt undir okkur og við förum út að borða og á leiðinni heim og erum svona að nálgast heima og þá allt í einu sé ég 20-30 menn bara með loka fyrir hvað heitir þetta? Svona lambhúshettu? Lambhúshettu og með kylfur og við alveg bara ég veist maður hefur rætt sögur frá mafíunni og alveg að skíti brekkunar hana í bílum sko og þeir stoppa okkur bara fyrir fram bílinn stoppa okkur fyrir fram bílinn og ég er svona tekur rúðuna svona niður og en svo heyrum við það þeir voru að leita að þjálfaranum sem bjó í sama komplexi og ég Gast þeim ekki bara adressi? Nei, ég held að þeir voru alveg með þetta á hreinu en svo bara voru ótrúlega fegin að þeir bara færuðu sig og leiða okkur að fara Sæll, þetta er rosalega Það var líka einsunni þetta var síðasti leikun held ég eða næst síðasti þegar við vorum það var orðið klárt að við töpum leik og við við vorum fallnir og við sitjum fyrir utan og erum bara að bíða eftir rútunni upp á flugvöll og þá allt í einu byrja allir strákarnir bara að vera einhver rosalega stressi og spjallandi saman og við sem töluðum ekki ítöskuna loksins fengum að vita að stuðningsmennir hafði sett 3 eða 4 bíla bara í það sem sagt sent einhverja sprengur undir það og þeir bara fóru í bara í tællur Nei Jú, inn á lokuðu svæðin á vellinum okkar þar sem bílarnir okkar voru en sem betur verið það var ekki minn bíl einn af þessum Grillmarkaðurinn Tómahawk 50 dagar auðvitað alla 50 dagar Jú og mér finnst svona við hæfi að við veljum kannski ef við setja saman Rétt vikunar Já það er kjúklingaspjótin, byrjum á þeim vorlaugur, teriyaki og ristaður hvítlaugur Nice og hrefnisteik með svo er ágætt að við förum í aðlétt í léttsaltaðan þorsk af þetta svona surf and turf dæmi og ef við ekki enda þetta á súkkulaðinu Nei, ég held að sé heimalegu íshamingja Já, nice Þannig að það er grillmarkaðs réttur vikunar hvetjum alla til þess að kíkja þangað Lang besti veitingastæður Reykjavík Rétt bara á Íslandi Rétt Og þó við að vera leið Ég bíð enn spenntur eftir hjólinu Já heimaform Þú ert að bíða Já, ég get ekki beðið sko maður er bara að byrja að tella dagana einhvern veginn og svo er þetta náttúrulega þú veist, þeir eru líka með kreatín þeir eru með vikt ef þið dettu í hug, þá eru þið með það til leigu þrekhjól, hlaupabretti, lóð, ketilbjöllur, róðravélar
nefndu það bara. Já, og eins og ég nefndi í síðasta þætti að fá hlaupabretti heimsendið sín eru lífsgæði sem að maður kannski býst ekki við því að það er ekki grín að djöflast með þetta upp í íbúð sko. Krónan, við höldum áfram að nefna snöðli lustinnar og ég var búin að lofa sjálfur mér að gera það ekki en læta bara flakka. Ok, lifehackið það. Já, það er algjört svindl að kíkja á síðasta söludags rekkan helnum. Ég er þetta með annar lifehack núna í bóði krónunar. Það er þetta að ná, sko, þú átt að taka bara sko lamba præm, nauta lund á hálfverði. Já, geðvikt. Það er geðvikt, en hvað er þú með? Lifehackið mitt er að margir spyrja sig, hvað kostar heimsettinga krónunni? Hún kostar 1490 krónur sem er per se ekki neitt. En ef þú versla fyrir meir en 19.900 krónur, þá færðu heimsettinguna ókeypis. Þannig að þú þarft ekki að dröslast með alla pókana í íbúðina eða húsið þitt eða hvernig það er. Það er pikkað inn fyrir þig í búðinni. Þetta er mesta lifehack sem að ég hef nokkuð tíma kynst. Ég er meiri því að skanna og svo skunda ég. Já, en þetta er helviti. Svo er enda svo gaman að fara í krónuna sem er enda rétt, en að versla fyrir 20 skall er ekki neitt. Sko. Ekki neitt, sko. Þó að króna sé ódýr, sko. En belgísku stuðnismennir, þeir eru líka alveg ruglaðir að? Já, kannski ekki alveg meira ruglaðir á vellin. Já. En fyrir utan. Utanvallar. En hvernig gekk þér bara inn á vellinum á þessu tímabili? 5 þjálfarar, ekki liðsins? Ótrúlega vel, sko. Ég svona, til að byrja með þá, ég var svolítið smá tíma aðlagast þessu. En svo þegar seinni þjálfarinn kom og þá byrjaði ég að spila flest alla leiki og bara gekk ótrúlega vel. Sko, þetta er kannski heimskuleg spurning eða heimskuleg orðuð, sko, en þú veist eins og þú segir, þú veist, þegar sería kallar, þeir er búin að dreyma þetta alla ævi, það er erfitt að segja nei eða sama örgulega hvað að liða er, sko, en það er örgulega erfitt að skína í lélegasta liðinu í sería, leikmaður svo, eða hvað? Ég held að það fari bara eftir, ég veit það ekki, ég bara, það er bara sem markmið að reyna að sína með eins vel og ég gat í þessum aðstæðum en við áttum þarna tíma sem við spiluðum mjög vel og sérstaklega ég, þannig að það bara var lukka. Já, eins og þú segir, svo falli þú náttúrulega ennþá þarna samningsbundin Standard Liège, láni búið, hvað tekur við þá? Náttúrulega endar á að fara til Sampa, þið langaði ekki aftur til Belgíu eða hvað? Nei, þeir voru með option á mér. Okay. Og ég hafði ekki með það að segja, sko. Þeir bara tóku optionið og keyptu mig. Já. Og svo... Og farðu að spila með þeim í Serie B? Já, og svo byrjuðum við undirbúinstímabil og við tókum við lentum í móti Kievo, minnum mig, í byggarnum. Það spilaði alltaf einn byggarleikur rétt fyrir mót og mér gekk mjög vel. Þeir voru þá í Serie A og ég held að það bara verið rétt í þann leik þá er ég keyptur til Sampdoria. Sampdoria sem er sko, við bara afsöngum hlustandum fyrir okkar fáfræði sko, við fylgjumst ekki nægilega vel með Serie A en Sampdoria þetta er risa stórt lið. Já, algjörlega, svona sögulega séð það er þetta risa félag sko, alveg ótrúlega saga hérna í þessum klúbbi og þegar það kom upp þá ég var með nokkuð tilboð þarna frá Serie A og það var svona bara mjög erfitt að segja nei við þetta félag. Klálega. Líklega auðveldar að blómstra í betra fótboltali, spilar 14 leiki, var það skrokkurinn eða hvað? Nei, þetta var voðalega erfitt tímabil. Ég byrjaði mjög vel, þjálfarinn sem sótti mig var ótrúlega ánægður með mig og ég spilaði bara mjög vel en hann var bara því miður rekinn eftir 2,5 mánuð og þar kemur Sinisa inn Mihailovic. Já, einmitt. Sem bara einhvern veginn bara ekki fílaði mig bara ekki sko. Nei. Og ég spilaði voða lítið undir honum og þó að ég hafði loksins fengið tækifærið og var maður leiksins sem átti svo solo einhvern tímann þá var hann bara alls ekki hrifinn af mér og ég spilaði ekki í næstu 4 leikjum. Nei, ok. Þannig að ég var bara svolítið óopinn með þjálfara skipti held ég. Já.
Hvernig var hugafarið þitt þarna? Bara ungur maður, vallabólulendi, mótlæti, fánulega góður í fótbolta og síðan bara bekkjaður. Fórstu þá, gafst aðeins eftir æfingum og kannski fæði að fylgja í kjölfarið. Hvernig hefur hugafarið verið bara í gegnum feril og hefur eitthvað þróast, hefur alltaf verið gott? Maður náttúrulega lendir, það er búið erfitt að fara í gegnum 20 ára feril án þess að vera með eitthvað mótlæti, sko. Jú. Og það koma náttúrulega alltaf tímar sem eru erfiðir og stundum mjög erfiðir og ég svona, þetta var mitt annað tímabil á Ítalíu, ég talaði ekkert rosalega góða ítölsku heldur og var mjög mikið einn. Ég bjó svolítið frá Genova og bara var ótrúlega mikið einn á þessu tíma og það er bara svolítið erfitt með að finna einhverja vini í þessu liði en já, klárlega svona síðustu 6 mánuðirnir voru bæði rosalega erfiðir bara innan sem utan vallar, sko. Sko, þetta fer svo aftur til Pescara fyrir hlustendur núti, það er co-ownership þarna í gangi, það sem er þá bara, er það ekki bara útbóð hvort býður betur eða hvort Jó, við? það er náttúrulega bara algjört djók sem var í gangi þá, sko. Hvernig virkar þetta? Ég meira þess að, sko, fyndi að segja frá sem ég meira þess að vissi ekki hvernig það virkaði, mér var ekki sagt frá þessu, almennilega. Ég bara frétti það eftir tímabilið að þetta var optionið. Það semst að Pescara og Sampdoria eigaði bæði? Já, þetta er svona 50-50 ownership og þeir endanum á tímabilinu þá fá bæði liðin að bjóða og það lið sem býður hærri töluna, það fær leikmenn. Skiptir ekki máli hvað þér finnst? Nei. Og ég held að það hefði verið bara bannað, ég held að þetta hafi verið tekið úr umferð bara held í tímabili eftir að þetta gerist fyrir mig, sko. Já. Þetta er náttúrulega alveg gali fyrir leikmann, sko, að það er ekkert val hjá honum, sko. Já. En já, þú veist, það var bara svo sem endaði bara vel. Klárlega, það var frábært tíðanbil sem við erum að koma að, en var ekkert erfitt, svona ef maður horfir í baksínu speilin, þarna ertu komið með 1 tíðanbil undir beltið í Pescara og svo alltaf líka í Sampdoria. Að fara í Serie B, var það eitthvað að kyngja stoltinu eða eitthvað svoleiðis? Já, mér langaði ekki að fara í Serie B, sko, á þessum tíma. En ég bara að lokum ákveða að taka þetta bara á fullu og bara gera mitt besta og svo bara halda áfram. Fara bara eitt skref niður og taka svo bara skrefið upp. Og átti náttúrulega bara þar að lendi bara frábært tímabil. Áðurinn kveðum Ítalíu, mér langar að spyrja bara heilt yfir, hvernig fannst þér fótboltinn henta þér? Hann hentaði mér bara mjög vel, sko. Já, ég veit ekki hvernig ég á að svara þessu öðruvísi, sko. Ég verð að spyrja einu, Serie B eða Championship, hvor er betri? Championship, klárlega, já. Þó að séu náttúrulega bara, þó að séu frábæri liði líka í Serie B, þá er svona heildarlevelið mun herra. Kannski þegar við erum búin að fara yfir allan ferilin til þess að bera saman deildirnar, hvort það var meira fysikal hér og teknískar þar. En reyndist það kannski, sko, ef maður horfir í baksýnisspilin, reyndist það heilla skrifa að taka Serie B þarna og í raun og veru bara bossana? Já, alveg klárlega. Eftir að ég horfði tilbaka, þá er það náttúrulega bara klárlega, var það klárlega bara frábært skrif fyrir mig að bara accepta það og gera það almennilega og bara eiginlega bara basically betta á sjálfan sig. Við erum að detta inn í Basel tíman. Ég kalla það Prime Birki. Ríkasta land Evrópu. Já, þetta eru tímabilin 2015 til 17. Sko, þegar Basel kemur inn
var það no-brainer? Eða voru fleiri tilbúið á borðinu sem varst að íhuga? Já, ég var með held ég þrjú seriálið sem byggðu með samning en ég var svona ég var klárlega mest spenntur fyrir Basel með þessa Champions League sögu og það var bara ótrúlega einfalt að taka það ákvörðun. Já, ég trúi því. Sko, það þekki allir Basel. Þetta risastórt félag, þarna nýfarin eitt stykki Mohamed Salah. Þú átt náttúrulega frábæra tími á Basel, verður meistari, ítrekka spilaði meistaradeild, Evrópudeild, vinnutitla og ert vanlega leikmaður tímabilsins. Við skýrum hérna kafla Prime Birkir, ekki eitthvað til í því það? Jú, algjörlega. Þetta svona besti tími minn bæði bara innan sem utan vallar. Mér leið ótrúlega vel hana, bæði bara í bænum og í klúbnum og liðsfélagar. Ég egnaðist 2 mjög góða vini þarna í hópnum og sem eru mjög góði vinir minni ennþá þann dag í dag og þetta var bara ótrúlega skemmtilega tími sem ég vildi að hafi verið lengur. Já, sko, maður veldi fyrir sig þegar ég spurði á hann hvernig að spila fyrir lélegasta liði Serie A og þarna verið að spyrja þig, sko, snúa við spurningunni, sko, að spila fyrir langbesta liði Sviss, þá auðveldara að blómstra. Sko, deildin hjá Basel, er þetta bara þannig að þetta er bara svo PSG í Fraklandi, það er bara formsatrið og það er bara árangur í Evrópu? Já, þetta er svolítið svoleiðis. Þó að síðustu ár hafa verið svolítið erfið fyrir Basel en þetta var klárlega þannig að við spiluðum oft, sko, þegar Champions League var í gangi eða Evrópuleikinni var í gangi þá voru nánast með eitt lið í Evrópu og svo næsta leik í deildinni þá var 6-7 leikmenn skiptir út. Þannig að þetta var klárlega þannig að við þurftum ekki að stilla upp alltaf besta liði til að vinna deildina. Ég held að við munnið þessa deild á mínu fyrsta tímabili með 20 stigum held ég, minni mig, eitthvað þannig. Og hvernig er þessi, Basel er bara annars skrimsli, geðveikt lið, en þessi deild, er þetta eitthvað Farmers League eða er þetta góð deild? Nei, það eru mjög fín lið inn á milli, sko, og bara fínir leikmenn og ég veit að það er svolítið erfitt að segja það en það eru klárlega 2, 3, 4 bara mjög fín lið þarna sem eru að berjast þessi eftir seti. Aðstæðan og stærðargráðan í Basel og við getum tekið þetta allt, við getum tekið stuðningsmenn sem Leifur talaði á æfingaðstöðuna og annað vellirnir, hvernig er þetta samborið við Serie A-liðin sem varst búin að vera í til dæmis? Ég kannski á þeim tíma þá var kannski Serie A svolítið svona eftir þegar var talað aðstæður og svona æfinga aðstæður og þannig þó að Sampdoria svæði var mjög fínt, sko, en þarna var ég komin á eitthvað allt annað level, sko. Já. Klálega. Þið náttúrulega eigið mörg góð Evrópu-einvígi, mörg góð Evrópu-run, svona eitthvað eftirminnilegt? Eftirminnilegir leikir? Já, bara spila við, PSG og Arsenal í Champions League, það sem ég er svona bara líka persónulega bara gekk vel. Það er svona bara gaman að hugsa tilbaka. Já, sko, það er örugglega heldur gaman að vera í liði sem að vinna bara alla leiki, eða ekki? Jú, klárlega. Já. Svo er það, já. Ég velti fyrir mér, sko, þú veist, bæði hvort að á þessum tíma þegar þú spilar á móti þessum stærstu liðum, hvort að þú fáir einhvers konar stjörnur en síðan líka bara að vera að spila heimaleikina, hvernig er þegar öll liðin, sko, eða eru kannski ekki öll Real Madrid þarna þegar það varst í Basel, sko, en það vilja allir sína sín bestu hlið afsakið þegar það spila á móti ykkur. Já, út með deildinni. Já, þetta er tvíða spurning og flókla spurning en annars er það bara hvernig er að mæta mönnum þegar var ekki ekstra mótivering hjá mönnum sem þið reynda völduð með 20 stigum en síðan hins vegar var það öðruvísi fyrir þig að spila á móti bara Barcelona til að mynda.
Nei, veist, ég náttúrulega bara, ég var eins og segir bara á svona á tíma þar sem ég var svona, eins og þið segið, það sem ég á að vera svona á prime tíma og ég var bara með, ég vildi bara gera vel bara sama hvar ég var að spila, sko. Ég var ekki að horfa mikið, sjálfsögðu náttúrulega að spila Champions League starf en að vera að spila á mútið einhverju Sion í svísnesku deildinni en mér fannst bara alltaf ótrúlega gaman að spila fyrir þetta félag og bara elskaði minn tíma þar þó að það veri í Champions League eða í deildinni, sko. Og gott að búa í Sviss? Já, alveg frábært, sko. Þetta er svona, ég er svona, þegar ég spurði þér að þessi spurningu hvar svona er besti, hvar hefur verið best að búa, þá hefur svona alltaf verið haft það á milli Ítalíu og Sviss. Okay. En náttúrulega svona matargæði og þannig á Ítalíu náttúrulega númer 1 en að búa í Sviss var alveg frábært, sko. Já, og stuðningsmenn líklega bara glaðir í Basel að vinna alla leiki. Já, það er ekki sama passion, ágætis passion það líka en kannski ekki á þann sama hátt. Nei, við erum alltaf að færa okkur í Aston Villa. Sko, bara eitt sem ég ætti að nýti sem hann sagði, þú hefði viljað að tíminn hafi verið lengri í Basel. Eru þá að tala eftir á eða hyggja? Eða? Nei, nei, alls ekki eftir á, sko. Þú varst bara sáttur. Já, svolítið erfitt að svara spurningu til það er náttúrulega ekki hægt að segja nei við Aston Villa, sko. Og þó að ég var ótrúlega ánægður í Basel, þá var þetta bara eitthvað sem eins og ég segi, bara ekki hægt að segja nei við. Nei. Áðurinn hverjum Basel alveg, spila 72 leiki og skora 17 mörk. Nema hann vilja kannski eitthvað leiðir þetta. Nei, ég reynda að manna ekki, en þetta er svona cirka. Hvaða stöðu varst að spila helst þarna og hvaða leikir spiluðu? Í Basel. Í deildinni þá spilaði ég eiginlega alltaf út á kanti í 4-4-3. Svona mjög framalega en samt þú veist upp á niður. En í Champions League þá var ég alltaf settur inn á miðjuna. Í vinstra megin oftast af þremur. Já. Það eru komin til Aston Villa, það er í janúar 2017. Við fórum yfir það, sko, það er erfitt að segja nei. Það hlýtur að vera auðvelt að segja já þegar Aston Villa heyrir í þér. Já, við vorum í miðju undirbúrstímabili á Spáni með Basel þegar ég frétta af þessu og ég held ég hafi skrifað undir 2 dögum síðar. Og sem það bara gekk ótrúlega fljótt fyrir sér og ég var bara allt í henni komin til Englands. Já. Þegar þú mætir þarna og þeir vilja fá þig, hvað er projektið sem að selja þér? Er þetta, við erum að fara upp bara strax eða er þetta eitthvað prósess? Já, það var klárlega það sem þið sögðu svona fyrst bara strax með að þetta var við ætlum upp bara á þessu tímabili og náttúrulega bara allt í kringum hennar klúbb og allt það bara var ótrúlega heillandi, sko. Sko, þetta er erfitt til hlustendur að heyra þetta núna, eða skrítið öruglega því að þeir eru að sjá Aston Villa náttúrulega núna bara þeir eru komnir í langleiðinni í Evrópudeildinni, þeir eru í Champions League baráttu og náttúrulega með Unai Emery sem þjálfari, eitt besta þjálfari í heimi og bara eitt besta, bara frábærum stað þarna endi í fyrsta tímabili þitt og náttúrulega kemur inn á miðju tímabili endi í 13. sæti deildinni. Sko, kannski erfið spurning en hvað var að Aston Villa þarna samanborið við sem við þekktum félagi áður og svo eins og það er í dag? Ég svona veit það ekki, ég held að Sofandi risi? Já, algjörlega, sko. Mér skynst að þeir hafa voru með bara voðalega léleg tímabil þarna þessi nokkur tímabil áður en ég fellu og ég
ég veit náttúrulega ekki hvað gerðist þannig séð að þeir fara niður en náttúrulega þegar maður kemur og sér þessi nöfn sem eru í þessu liði þó þetta sé Championship sko og það var bara ótrúlegt en ég svona ég var ótrúlega svona byrjaði ég var svona loks komin í það að koma í gang og var að spila vel og meiddist þarna og var í burtu í 3 síðustu mánuði á fyrsta tímabili þannig að þetta var svolítið svona chaotic tímabil þar sem það voru margir nýjir sem koma inn í janúar með mér og var bara erfitt tímabil. Já, sko Birkir að ná að klukka ágætis milestone svona nokkrum árum, hann tekur Serie A svo fyrir hann að vinna titla og spila Champions League með Basel og þannig er hann komin í Aston Villa ef við letið bera saman þetta þrennt, hvað var stærst og skemmtilegast? Já Lappinn á Villa Park í fyrsta sinn? Já, það var alveg geðvægt að spila þar en einhvern svona Champions League var náttúrulega svona einhvern veginn hápunktur sko en að spila fyrir liðin svo Aston Villa var náttúrulega gríðlega stórt líka fyrir mig. Já, sko Tjallinn, hann lítið að fíblast, hann stöðnismenn, þeir eru öðruvísi en það, hvernig var til dæmis fyrir þig, varst að fylgjast með umræðin í kringu þig eftir leiki og annað og hvernig fór þetta í þig? Nei, eiginlega ekki sko, ég hef eiginlega bara aldrei gert það sem ég hef verið sko. Á Ítalíu var náttúrulega bara ítalska og í byrjun þá var maður náttúrulega alveg kunni ekki neitt og var ekkert að fylgjast með þessu og Basel, svipað, náttúrulega bara svissneska og þannig en England, ég fylgdist rosalega lítið með því þannig séð sko. En ég hef oft heyrt áður að eftir á að þeim líkaði ágætlega við mig. Já, það stemmir við heimaverðina mína einmitt sko. Þá langar maður að spyrja þig sko, þarna ertu búin að spila í Serie A, Serie B, Sviss og fleiri deildum, Championship-deildin. Þetta Leifur spurði á hann hvernig hentaði Serie A þér, hvernig hentar Championship-deildin Birki Bjarnasyni? Það tók mér svolítið tíma bara að aðlaðast í. Ég fyrstu svona tvo mánuðin voru mjög erfiðir. Það var rosalega ferð og rosalega svona harka í þessari deild sko. Ég hef oft sagt það, maður var með miklu meiri tíma í Champions League eða landsleikjum á móti Hollandi eða þessum stærri þjóðum. Það var meiri tíma á boltanum þar en að vera með í Championship sko. Það? Já, algjörlega sko. Bara, voru menn það bara í svona góð hlaupaformi en þetta líka svo margir, þetta svo mikið leikjála líka. Já, þetta bara allt annað fótbolti. Það bara miklu meira svona tempo og svona hark í Championshipinu. Það svona ég er svolítið erfitt að útskýra þetta en ég tók oft eftir því þegar maður kom í landsleikin að spila móti Hollandi, Króatíu og þessum liðum maður það var bara allt í einu eins og maður bara komin í eitthvað aðra íþrótt sko. Það var svolítið sérstætt. Já. Hvernig, sko, að þegar við nú komum átt sambreyðna nokkuð lönd voru menn eitthvað minna að blása í flautuna þarna í Championship eða var það bara eins og annars staðar? Ég held að það er bara frekar að Ítalinu var meira að henda sér í grasið en jú, klárlega þetta er náttúrulega Það er verið að stimpla mennandi í Championship, ekki? Jú, ég har nú stimplaði nokkur sinnum en ég reyndi nú að gefa tilbaka þegar ég gat. Já. Sko, 17 leikir svo tímabilið, 18-19 ég hef með þáttinn Steve Bruce sagði meðalans Birki He's a very decent player but he's got to adapt to the Championship. Rétt matjá King Steve Bruce? Já, klárlega sko, eins og ég sagði áðan það tók svolítið tíma að aðlagast en
en svo loks þegar ég var, eins og ég sagði hann, þegar ég var að stimpla mig inn og var að spila vel þá þá fæ ég svona leiðileg meiðsli á hné og þar að leiðandi utanvallar í 3 mánuði. Þannig að þetta var svona ótrúlega svona leiðilegu tímapunktur að meiðast. Já, sko, við verðum náttúrulega að spyrja þig, sko, Steve Bruce, er það ekki algjör kóngur eða? Jú, það er alvöru legend, sko. Hann bara ótrúlega svona skemmtilegur kall og bara gaman að tala við og með alls konar sögur frá alls konar tímum, sko. Þannig að nei, og bara algjör kóngur, sko. Já, hann er gamla skóla samt eða ekki? Algjörlega. Já. Hann var svona típa sem kom út á æfingarsvæði svona á 50 föstum. Það var sumi dagar sem hann var bara inn á skrifstofu, sko. Já, þetta er kallt og svona. Þú náttúrulega líklega upp í stúku, kannski mittur þegar playoff-færanlega er gegn Fúlamann árið 2018. Nei, þú ert ónáttað að vara maður, segir þetta núna. Já, þetta var eiginlega mjög gott tímabili hjá mér, en ég meiddist á ökkla þarna þegar voru, held ég, bara mánuður í playoff og var í burti í einhverja 2,5 viku og kem svo bara rétt fyrir úrslitaleikin og bara því miður var ekki með, sko. Já, sko, spilaði ekki. Nei, sko, build-upi fyrir þessa leiki, því að Championship er dálítið áhugavert skrimsli, sko. Þú veist, þú er búin að vera djöflast 46 leiki, 2-3 leikir á viku, svo er þetta bara allt komið down to 1 leikur á Wembley. Þetta hefur líklega verið helvitið svona svekkjandi að horfa á þetta. Já, mjög. Þetta er náttúrulega bara það sem maður er búin að vera berjast allt tímabilið og að tapa svona leik er ekkert grín, sko. Nei. Svo er svo tímabilið eftir að sem farið svo upp, sko, ef við fáum bara að spyrja það beint til að gera langa sögu stutt að hvenær byrjaði þetta svona einhvern veginn að súrna hjá þér og Aston Villa? Hvenær vissirðu kannski að þú þyrftir að fara að horfa eitthvað annað? Já, ég leiður að tala meiðsli á þessum tíma, en ég byrjaði þetta tímabil mjög vel. Þetta var eftir HM og var eiginlega bara spilaði flest alltaf leiki og bara gekk ótrúlega vel og svo þarf ég í nóvember þarf ég að fara í hernia aðgerð og svo frá í 1,5-2 mánuði og kem svo tilbaka og bara gengur ekki eins vel og þar að leiðandi bara dett svolítið út úr þessu. Já. Og þannig bara eiginlega endaði þetta. Já. Og hvernig æxlast það? Þú veist, kemur þá bara en þannig er þetta Dee Smith líklega að tekið við? Já. Og er það bara þið tilkynnt eitthvað eða var þetta bara sameiginlega ákvörðun? Nei, ég ert að meina eftir tímabilið. Já. Ég tek undirbúinstímabilið með þeim og gengur mjög vel en svo kemur nýr sporting director Portugali, minnum mig, og hann ætlar og við náttúrulega þar að hendi komin upp í Brem og hann ætlar að skipta svolítið út og kemur með Douglas Lewis og fleiri og svo þar að hendi bara bjóða mér að rifta. Já. Og ég svona bara hugsa aðeins bara málið og líka bara út á landsliðinu hugsa og þannig þá ákvað ég að rifta. Sko, er ekki að því að við náttúrulega íslenska þjóðum höfum séð þið spila milljón leiki og bara marga svo góða leiki, þú veist, búin að spila þarna EM og HM og fleira. Voru þessi menn ekki að horfa EM og HM með? Af hverju vildi ekki fá þið með í Premier League? Ég veit það ekki, sko. Ég svona eftir að sé þá hefði ég viljað taka þar ákvörðun. Ég hefði kannski viljað bara afþakka og taka taka fætið sem ég hefði kannski átt að gera en það er ekki aftur snúið, það er bara ákvörðun sem ég
tók. Já. Hvernig að búa í Birmingham? Bara fínt, sko. Já. Það er alltaf allt annar kúltúr en það sem ég var áður, sko. Ekki eins og Ítalía? Nei. Og Bretinn mjög skemmtilegur, sko. Ég hef voðalega gaman á hann. Þá, þetta var mjög góð tími. Ég, mér er kynntist, mjög góðum, vinum, pari sem var, nákvæmlega minn í Birmingham og við erum alveg, bara þetta er eitt af bestu vinum minnum þannig í dag, þannig að utan fótboltan þá var það bara frábært að vera á Englandi, sko. Já, fyrir hlustendur út úti, við erum ekki að gleyma leikmenn sem að spilaði með, það er sérliður það eftir. Já, það eru margir kóngar þar. Já, það er nýr liður. Bad Mickey Burger, franskar og bjór á 2,990 undir 3 kalli. Burger, franskar og kaldur á dælu. Já, þetta er eitthvað. Þetta hljóta að vera eitthvað mistök. Já, ég þarf aðeins að skoða. Gæti verið einhver íslatavill. Takk ég sem er fyrirvara. Já. Bad Mickey, þetta glæsilegu staður í Pósthússtrætinu. Pósthússtræti 901 Reykjavík. Já, byrja á grillmarkanum og taka svo Bad Mickey. Já, besti staður á landinu til þess að fá sér nokkra kalda og taka prem með íslenska boltan. Nefndu það bara. Ég held meira þeir séu með körfuna líka. Ég reyndar að það er líklega með þetta allt, sko. En Bad Mickey, sko, hefur farið í burgerinn hann er rugglaður, sko. Ég ætla að segja þessi besti burgerinn á Pósthússtrætinu og þeir eru nokkri þar, sko. Já, ég líka beðið eftir eitthvað sveitum burger sem ég elska, sko, en þessi var alveg á öðru leveli. Ég verði ekki hana. Orka náttúrunar, fyrir þá sem ekki búin að taka áltar hennar. Takk ég hann núna. Já, takk ég hann núna. Hann er virkilega skemmtilega þáttur og náttúrun vinnur með ON. Náttúrun er þetta dýrmætasta sem við eigum og að nýta hugveit sitt til þess að beisla hana. Já, allir að fara í rafbíl og fá silhæðslustöðu frá ON á leigu. Já, og fyrir þá sem ekki búin að rigga upp hleðslustöðinni, sem svona eins og ég átt í seinni kantinu, og geta drifið sig á hraðhleðslustöðuna sem eru staðsetta víða. Heldur betur. Orka náttúruna voru þetta fyrstir til þess að fara af stað með þá herferð. Það var löngu áður en það var nokkur arðbærni þar. Þau bara geta verið markaðin. Það snýst bara að vera fyrstir og vera flottastir. Það er Orka náttúruna. En næsta skref er Al-Arabi. Hún langaði að bæta við aðeins fleiri löndi. Já, þar sem Heimir Hallgrímsson sækir í. Hvað kemur til að ákveður að fara til Katar? Er það fótboltinn? Er það sæðlarnir eða er það Heimir? Nei, ég vil aldrei tala þetta áður. Ég hef kannski aldrei verið spurður út í það. Já, gjörðu svo. Ég rifti þarna í England hjá Villa í snemma í ágúst. Þetta var þarna þegar ég minni að það hafi verið einhver ný regla ég ætla ekki að vera að segja eitthvað sem er ekki rétt, en ég rifti tölvöld snemma í ágúst og ég fæ að æfa hjá þeim. Þeir voru mjög almennilegir og leiði mér að æfa út mánuðin og það var náttúrulega landsleikir í september og ég æði bara meðan ég var að leita mér af liði og ég var með nokkur option og þegar líka í Serie A og svo var annað option í Tyrklandi, Besiktas. Já. Og þeir svona draga mig svolítið og segja, það var svolítið þannig að þetta var á milli mér og einn annars leikmanns sem þeir voru svolítið að bíða eftir og ég við ákveðum einhvern veginn bara að bíða Já. og glugginn lokar og við Tyrkjaglugginn lokar seinna og við bíðum og svo á síðasta loka degi þá taka þér El Neni frá Arsenal. Já, kongir. Já. Og ég er án félags og búin að neita nokkuð félögum. Þeir velja El Neni frekar að þig? Já, hann var að koma alltaf beint frá Arsenal og sem ég spilaði með í Basel. Já. Frábær leikmaður og
þannig að ég hérna í 2 mánuði eftir þetta án félags spila 2 landsleiki móti Frakklandi og man ekki hvað hitliði var og svo kom þetta bara tækifæri upp og Heimir hringdi í mig hann eftir Frakkaleikin og ég var komin upp í flugvél bara morgunin eftir. Já, sko við erum búin að spyrja hérna í kvöld sko út í hausinn og annað vera félagslaus í 2 mánuði, það er okkur ekkert spes. Nei, Og þetta gluggar lokaðir? Já, þetta var svo fyndið, við vorum báðir hérna félagslausir, ég og Emil, sama tíma og við vorum hérna heima og vorum bara að hlaupa hérna í FH hérna húsinu hérna, það svona hlaupabraut. Við vorum bara að hlaupa þar hérna í 2 mánuði og spiliðum eiginlega ekkert fótbolta sko. Nei, voru ekkert að æfa með liði hérna heima? Nei, við spiliðum bara þessi landsleiki. Við reyndar og gekk ótrúlega vel sko. Við tókum jafntefli við Frakkland hérna heima 1-1 og man ekki hvernig, ég held við munni fyrir leikin. Ég man ekki hvað. En hérna hvert var ég komin? Svo tóku við hérna held ég einhverja 3-4 æfingar með FH hana fyrir Frakkaleikin. Það var svona eini fótboll sem við tókum. Þetta var svolítið sérstakur tími. Hvernig var að búa í Katar? Nú hefur maður séð margar leikmenn sem að hafa kannski ekki fílað það svo vel? Það var svolítið sérstakt. Ég náttúrulega, ég bara var það svo stutt sko, ég bjó bara upp á hóteli og hérna mér fannst það bara fínt sko, en ég var náttúrulega, hvað var ég, 31 kannski þegar ég var þar og þó að sé náttúrulega frábæri leikmenn í þessari deild, þá er gæðin ekki góð ef maður horfir heilt yfir og líka bara engin í stúkunni, ekkert atmosfér og ég var bara einhvern veginn, þetta var ekki alveg fyrir mig sérstaklega á þessum tíma ég var kannski aðeins og ungur til að taka þetta skref og bara saknaði gríðilega þú veist hérna, Evrópufótboltan stuðningsmenn og þetta þessi keislu. Þetta er þannig að þú ert með nokkra frábæra leikmenn sem þið geta keypt og síðan ertu með innfæddu leikmennina. Og þetta að bera þessa innfæddu leikmenn gæðarlega séð saman við hvert myndur þú setja á? Svolítið erfitt. Sumir voru fínir sko. Þessir landsliðsmenn hérna á Katar voru bara fínir. En svo komu nokkru sem voru bara bara svo langt frá því að vera nógu góðir sko. Þannig að þetta var svolítið sérstakt. Og svo einhverju 8 sheikarn í stúkunni eða ekki? Já, einmitt í í draktinni? Í hvítu draktinni, já. Sorry, ég verð að spyrja Heimir Hallgríms, var hann ekki að vinna eitthvað þrekvirkið þarna? Var hann ekki bara að standa sig heldur vel þarna? Jú, frábærlega, hann náttúrulega þeir voru alveg gríðarlega ánægði með hann þarna bara allstaðar og hann var líka bara frábær meðan að ég var þarna. Þannig að þú áttaði svona nokkuð fljótt að þú þurftir að fara að finna þér aftur liði á meginlandinu. Já, það var eiginlega þannig. Og þú fer til Brescia, einhver annar lið sem kom til greina þarna? Já, þetta var á milli Genoa og Brescia. Ég var að tala við bæði lið og endanum valdi Brescia. Ég man ekki alveg nákvæmlega út af hverju en þetta var fyrir valinu. Og þú kannt greinilega vel við Brescia, það mætir þarna svo aftur sko, leiðileg spurning, en það er ekki sérstaklega gaman að falla það nokkuð? Nei, það er ekki sérstakt. Sérstaklega svona þetta var beint í COVID-tímabilinu líka. Og við vorum stopp hérna í einhverja mánuði og þurftum svo að byrja tímabilið aftur og endiðum svo á því að falla sem var ekkert sérstakt
en þetta var svona bara eiginlega bara meira svona erfiður tími út af COVID sko. Ég var nýkominn þarna og gekk svolítið illa að leita eftir húsi og við kærastan ég og kærastan finnum okkur bara eitthvað lítið og ætlum að vera þar í einhverja vikur með að við finnum stærra og allt í einu kemur COVID og við bara föst inn í pinkuleitur íbúð og vorum svo bara þarandi föst bara í ég man ekki hvað þetta voru margir mánuðir 3-4 mánuðir og nice. Já, þetta var gríðarlega erfið tími en þú kynntist kærastunni? En við kynntust ágætlega í svolítið sérstökum aðstæðum Brescia, sko, ánum spyrir út í borgina þessi klúbbur, er þetta fjölskylduklúbbur eða er þetta góðu klúbbur? Brescia? Já þetta náttúrulega líka gríðarlega söguríkt félag það er náttúrulega leikmenn eins og Pirlo, Baggio, Guardiola og Tonali og fleiri sem hafa spilað þarna og voru frábæri þarna lengra síðan sko og er alveg gríðarlegt potential í þessu liði bara staðsetningin og bara allt sko en á þessum tíma sem ég var þarna þá vorum við með eitt flottan forseta sem var líka í Leeds á sínum tíma, svolítið skrautlegur og þetta var bara Var hann að gera sig gilda? Var hann svona að skipta sér af hlutunum? Já, frekar hann vildi hafa síðasta orðið á öllu og þá meina ég öllu þannig að hann vildi meiri segja ráða hvenær við fórum í frí sko. Þannig að já, þetta var svolítið bara erfið tími. Já, þið fallið svo og þú ákveður að fara svo yfir til Tyrklands og svo spyrir maður aftur eitthvað annað sem kom til greina þarna eða Tyrkland enn eitt landið? Já, málið var þetta var náttúrulega í miðju COVID og klúbbar náttúrulega í miklum erfiðleikum og ég bara Já, erfitt að fá samning Já, það var það sko þetta var það var ekki mikið í gangi Nei. og ég svona við fáum símtal frá Tyrklandi og ég er ekkert rosalega spenntur fyrir því fyrst og þetta er í suður Tyrklandi stutt frá Sýrlandi og þetta var ekki í Istanbul Nei. og ég svona segi nei við á fyrst og svona einhverju viku seinna þá ákveðum við að fara niður og kíkja allan á aðstæður og þá erum við allan búin að skoða þetta og taka svo ákvörðun og við fljúum hann niður og hittum forsetan og fljúum niður í Adana og það sem 50 gráður og bara 50 gráður? Já, þetta var, ég hef aldrei á æðum fundið svona mikið hita og það var fólk hana bara með byssur og skjóta sólina sko. án joke sko. Þetta er ekki joke en og en gaman að segja frá svo fljúum við tilbaka til Istanbul þar sem forsetinn býr og við förum beint heim til hans og varaforsetinn tekur okkur við fórum saman ég og kærastan og innbúðsmaðurinn og varaforsetinn grípur okkur áður en við förum inn í hús og ætlar að sýna okkur eitthvað og fer með okkur í bílinn hans hjá forsetanum og sýnir okkur aftursæti þar sem hann situr og þar er á bakinu á sætinu eru 4 svona byssur þú veist byssur bara og 4 hylki þú veist og svo machine gun í hinu sætina það sem bodyguardi hann situr sko ég er með mynda skal sýna ykkur þetta eftir en
og var hann samfærið til þess að og við löpum inn bara alveg hérna. En ástæðan var því að það hefði verið, hann sagði það hefði verið reynt að drepa hann einhverjum árum fyrir, hann var hérna hægri hönd, hérna Erdogan og eitthvað, það var eitthvað neginn þannig. En hérna, ok, og svo fyrir við spjöllum við hann og við hérna erum alltaf búin að skoða allt og fyrir svo upp á hótel og við bara, þá var ég átti að vera fyrsti leikmaðurinn sem þið sænuðu og þá var enginn kominn nema Gökhan Illner minustrunum í hérna Napoli. Hann spilaði, hann er hálfur Tyrki og spilaði þarna tímabil áður og við einhvern veginn bara langaði bara ekkert að fara þarna út af aðstæðum og við segjum bara umbásmann bara upp á hótel að við getum þetta ekki. Og hann segir bara ok, farið bara upp á flugvél og fljúga heim og ég sé þetta. Og við fljúum heim og bara búið og neytum og svo eftir þetta þá höfðu þau samband í hverri viku í 5 vikur og og náttúrulega bara betra tilboð og náttúrulega fleiri leikmenn búin að skrifa undir og bara fleiri Evrópubúar búin að skrifa undir og Balotelli kom svo að lokum og ég flý til Noregs í 5 vikur og var þar bara í rólegheitunum og fer svo til Ítalíu og kíkja á 2 lið í seríu B og leist ekkert sérstaklega á það og ákvað svo bara að hringja í það var norskur leikmaður sem hafði farið til Adana hringi í hann og ætlaði bara að heyra í honum hvað honum finnst og hann var búin að vera þarna á undirbúningstímabili og hann var bara ótrúlega ánægður og allt það, þannig að við svo bara lokum ákveðum bara kínum bara á þetta og förum svo bara niður og skrifum myndir og svo bara þetta tímabili var alveg frábært eftir það. Já. Og lífið í Tyrklandi bara allt í lagi eða? Þetta var ekkert sérstakt tímabil svona utanvallar. En samningur á góður? En innanvallar þá var þetta frábær tími. Tyrknesku stuðningsmennir alveg geggjaðir sko. Við vorum náttúrulega búin að spila með landsliðinu þarna oft og það heillaði mjög mikið og náttúrulega bara að spila við öll þessi stórlið þarna og þar er leiðandi verið að berjast Evrópusæti allt tímabili þá var þetta alveg bara frábær tími. Enduðu ekki 4. sæti eða eitthvað? Eða kannski setna? Já. Nei, það var árið eftir. Já, árið eftir. En við klúðruðum sig á lokasprettinum og lendum í einhverju 8. eða 9. sæti. Já, en eins og þú segir, tyrkneska deildin, það er alvöru deild. Já, algjörlega sko. Það er náttúrulega 4-5 risaklúpar þarna og alvöru leikmenn þarna og er bara ótrúlega fín deild sko. Sko, við verðum að spyrja, við spyrjum alla sem að spila í Tyrklandi, fékkst alltaf greitt á réttum tíma eða fékkstu greitt? Fyrsta árið. En svo kemur næsta saga. Já, gjörðu svo. Næsta. Þú tekur annað tímabil með þeim? Já, reyndar hálft. Já. Sem sagan er svolítið svona snýst Ég átti þarna frábær tímabil og fyrsta tímabil og ég kem hana ótrúlega seint að skrifa undir og þá þeir búin að sæna Belhanda veit ég hvort þið muni eftir hann var fyrirlið Galatasaray kom beint frá þeim og hann átti að vera í sér stöðu en svo kem ég og var þetta miðja eða? Þetta var svona 10 fyrir aftan Balotelli og ég spilaði allt tímabilið meðan hann var mikið á bekknum og var eitthvað í meiðslum og þannig og
og hérna þetta Marokkani með skap og hérna við byrjum undirbúningstímabilið hérna árið seinna og við þetta eru, hvað þetta? Það eru 5 dagar í fyrsta leik og við erum á æfingu og við erum að spila svona 5 á 5 bara svona box og ég að pressa hann og hann fær boltan, fer svolítið frá mér og fær smá svona högg frá öðrum kemur svo tilbaka og ég svona að pressa hann svo snýr hann sig við tekur ökklana takkana í náran á mér í náran á þér? Og svo bara neglir hann í kjálkan á mér Hound jokes og ég bara niður og bara eins fast á hann gat sko. og ég niður og svo kom náttúrulega leikmenn og ég upp og ætla náttúrulega bara að æða í hann sko. En það við erum bara haldið frá hverjum öðrum og Montella þjálfari hjá okkur og hann svona eftir á þykist ekki að hafa séð þetta sniðugt og hann ekki sendur inn og hann svona sendur inn á bekk bara á æfingarsvæðinu og við bara höldum áfram á æfingu og ég bara í einhverju ég veit ekki hvað ég sko. Ég var ekki að trúa að það hafi gerst sko. Og hann baði ekkert afsökunar eða neitt? Nei. Og svo held hann svo lokum flutta hann bara æfinguna af og þetta var bara allir í sjokki sko. Og ég svo bara klárast æfingin og við förum inn og svo kemur varafossitin og sportingdirektorinn upp í herbergið mér og afsaka þetta og þetta bara þetta á ekki að gerast og allt það og spyr hvernig ég og ég sagðist bara þú veist bara ég bara ekki í lagi og hann þeir grátt biðja mig að fyrirgefa honum þú veist að koma að ræðina við erum allir bræður og fjölskylda og ég bara, nei það ekki séns að ég að fara að fyrirgefa ef ég sé hann á æfingu þá brýt ég hann lappina sko. Saði ég við þá og þeir reyna að róa mig niður og svo endar þetta bara með að þeir fara og segja svo að hann hefur verið sendur heim og ég veit ekkert um það en þeir segja það allavega og svo fyrir við bara í mat og svo kemur forsetinn og tala við okkur og inn á fund og hann heima þessi leikmaður og við hann tekur ræðin og þetta bara á ekki að gerast og hann sendur heim og hann kemur ekki tilbaka og þessi ræða sko og svo standa flest allir upp, sérstaklega svona Evrópubúarnir upp og segja bara átt að þeir vilja ekki sjá hann aftur og þetta bara ekki í lagi og leikmennir voru með þér? Leikmennir, já. Flest allir. Svo voru nokkri Þeir þóru ekki kannski að fara á mótunum eða? Svo voru nokkri mjög góð vinahópur hans sem var svolítið svona frakkahópur og svo endar hann að fund á að segja að ég þarf að ákveða hvort og hvenær hann kemur tilbaka já og bara henda þessu á mig sko bara rétt eftir þetta að gera sko og ég bara í sjokki sko, ég segi ekki neitt og við bara fundurinn búinn og við förum upp á herbyggju og mat og aftur upp á herbyggju og svo byrja ég svona að vera svolítið smeykur út af að tímabilið áður þá var hann búinn að vera í rifrildi við annan Tyrkja og aðal varnarmann okkar algjört nöyt sko og þeir voru í einhverju rifrildi og á æfingarsvæði
svæðinu og hérna Belhanda þessi sem sló mig var sendur niður í klefa og svo eftir æfingu þá löpum við inn þá býður hann þar með hníf. Belhanda? Já, og ég bara og þá byrja ég að hugsa tilbaka í þetta sko. Þá byrja ég bara að smeykur á hvort hann ætlar að bara koma eftir á mig sko. En svo bara fer ég upp í herbyggju og þetta fer ég bara svo og daginn eftir kemur bara morgun fæ ég SMS frá sportsnýðarektorunum og hann spyrir mig hvort að ég væri búin að hugsa þetta og búin að ákveða mig og þetta var innan við 24 tímum síðan þetta gerðist sko og ég bara nei, ég bara mér finnst bara ekki lagið þegar að við sett þessa pressa á mig og ég er ekkert að fara að ákveða einnig neitt og hann byrði mig að koma út og tala við sig og ég fyrir út og hann hann svona spyr hvort að og byrði mig aftur að fyrirgefa honum og við erum allir bræður og fjölskylda og tímabilið er að byrja og mikilvægur leikur eftir 3 daga og ég sagði bara nei, ég er ekki að fara að fyrirgefa honum, ég er ekki að fara að æfa með honum aftur og þá fer hann svolítið í vörn og segir bara, já, ok, þá bara þurfum við að taka einhverja aðra ákvörðun og ég bara verið að tala við forsetann og svona talar eins og að, þú veist, ég er allt í hennu sökudólkurinn og ég alveg bara í sjokki og ringi umboðsmanninn og bara... Það verið að gaslýsa Birkið þarna, sko. Já, og við svona bara í sammenningu ákveðum það bara leifa hann bara ákveða þetta sjálfur. Ég sendi bara SMS á það og segi bara ég ætla ekki að taka ákvörðun um þetta og þið ákveði þetta bara og svo var hann bara kominn á æfingu eftir fyrir nokkra tíma. Það sem hann reyndar baðst afsökunar en ég var ekki Var það frá hjartanu heldurðu, frá honum? Ég myndi ekki halda það en ég hafði engan á að tala við hann og þar að leiðandi var þetta mjög erfitt út og hann var svolítið stór hérna í Tyrklandi og sérstaklega hjá forsetanum og eftir þetta þá spilaði ég nánast ekki neitt sko. Nei. Og hann í liðinu? Og hann í liðinu, já. Og svo kom jarðskjálftinn. Alveg rétt. Mitt bara stuttu eftir þetta. Og við allir heim og deildin stoppuð og við förum í frí, við fáum einhverja viku til að fara heim og bara með fjölskyldum og þá setur kærastan minn út Instagram post út að hún var í Adana meðan jarðskjálftinn var og upplifði þetta og við vorum að spila í Istanbul og þegar við erum heima þá setur hún út að hún bara ætlar ekki að koma tilbaka og hún elskaði tíma sinni í Adana og bla 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 en bara til þess að ekki klára að koma tilbaka og það fór rosalega í forsetann. Já. Og eftir það fæ ég bara SMS frá sportsnýðarektornum að þú ert ekki velkomin aftur og ef þú kemur þá færði ekki hótelherbergi. Við vorum í Antalya á þessum tíma og ég bara, alltaf leið og þar alveg förum við aftur á mínu ferli einu sinni í FIFA og í CAS. Já, og áttirðu samning þá út þetta tímabilið? Já, þetta var í febrúar held ég. Og ætluðu bara að neita að borga þér? Já, þeir gerðu það. Neitu að borga bara þeir reyndar stoppið þannig rétt fyrir jarðskjálftina. Já. Og já, þannig endaði mitt tímabil í Tyrklandi. Þetta er ros. Já. Ha? Og fer svo til Noregs þannig í kjölfarinu. Sko, en þetta var eiginlega bara búið eftir þetta atvik, eða svona þannig, eða þú veist það er bara vending point. Já, fyrir ekki, ég er aðeins að rugla tíminu, þetta gerist alltaf í ágúst. Já.
og ég spila þarna ég þarna í alveg til februar en ég reyndi að komast í burtu þarna í janúar og við byrjum að tala við það í október, nóvember og svo aftur desember, janúar og þeir sögðu bara nei, þú ert uppáhaldsleikmaðurinn hérna hans forsetans og þó ég var ekkert að spilaði allar mínútur sko og þeir sögðu bara nei, þú fer ekki neitt þú ert sem ekki uppáhald hjá forsetunum og það og við bara alltaf svo fæ ég fóðu símtal frá direktunum bara kvöldi áður en gluggi lokkar þú mátt fara og ég náttúrulega bara þú veist, kortir í lokun og ekki með neitt lið og já, þetta var bara ótrúlegt ár sko. Og eina ástæðan fyrir að það er engin ástæði fyrir að hann gerir þetta við þig bara nema að þú varst í stöðunars gerir áfyrir, Belhanda ég myndi halda það og sko hann var náttúrulega búið að byggja svolítið upp þetta tímabil áður sem hann var búin að vera mikið á bekknum og búin að rífast við þjálfarann alveg endalaust og maður verður að spyrja sko, áttuðu einhverja mínútur saman inn á vellinum með það? Þetta tímabil? Já, eða bara þið tveir sko að því maður velti fyrir því seinna tímabilið? Já, eða bara að því að ég meina, já, eiginlega eftir þetta gerist þá spyr ég bara Já, eftir þetta gerist, nei, bara aldrei sko ég fann líka bara fyrir því að hann var svolítið smeykur við mig hann til að byrja með á æfingum þegar hann var þá greinilega sagt við hann hvað ég sagði sko já. Við var að fórsetan nei, ég held við hefum aldrei spilað saman sko eftir þetta Ertu í einhverju sambandi við hann í dag? Já, ég er hann reglulega Nei Já, ég vona að Jón Belhanda sé ekki að hlusta á hann Nei. Þetta verður rosa Já, þetta er svakalegt Giggó, hvað eru mörg gigg í fermingu? Þau eru heldur mörg Þau nefnilega geta verið ansið mörg og spurning hvort að þú sért mögulega með færri hendunum þar til að klára stóra daginn og þá getur Giggó réttir hendur þú bara auðvitað giggi og velur úr þeim Ég held nefnilega að þetta geti komið bara í veg fyrir alls konar skilnaði og annað sko, að bara fá fólk í þetta og fá bara, leiðu bara sérfræðingurum og giggurunum þetta. Já, ég held að geti verið mjög sniðugt að vera með einhverja til taks þannig og aftur, sko, ef að þú ert að bá í hvort þú getur dríkt tekundur einhvern veginn til að auðvitað giggi í kringum fermingar sísoni, það er bara giggó.is Elko, mesta úrvalar aðtekjum landsins Galaxy 26 línan er mætt það skal engan undra að þeir séu fyrsti með hana fullt af nýjum vörum í vefverslunni sem við mælum með skoði kannski tökum Elko vöruveikunar Já, hvað ætlar að koma með hand okkur? Það er svo margt gott ég er bara eiginlega Þeir eru komið með eitthvað Huawei heyrnartól sem eru með eitthvað 38 klukkutíma nýtingu eða eitthvað Ég ætla að velja fermingagjöf Það er Fujifilm Instax Mini 12 myndavél fjólblá 16.995 what the fuck do I say og aldrei vita nefnir við fáum smá afslátt eða segja kataðu sent ykkur Já, geta alveg verið Já, úlíklegt, en prófið það Prófið það bara ESIT, bókald, laun, ársreikningar, skattframtöl, ráðgjöf Er þetta alltaf sama stað, Birgir? Nei Já, þetta er allt hjá ESIT ESIT Ísland Já, þetta er ótrúlegir starfsmenn hana Er að vinna þrekvirki allan dag Má vist ekki segja menn í dag Nei Talar Þau öll eru að standa sig vel Já, þau öll eru að standa sig vel Fjölmennt og sér öll launasvið sem að þekkir alla anga launavislu og ég held að sé enginn sem að þekki kerfin betur og hvernig þau eru nýtt við launaútreikning á tímaskráningu Nei, ekki reyna að kynna ykkur þetta fáðu bara ESIT í þetta Já, ESIT eru bestir í þessu Sko, staðan á 4. dag Já, byrju, hvernig er hún? Skuldir, stiga frádráttur, ég held að segja 54 stig og 104 í markatölu Já, með þá? Já þeir lendu svo eftir að ég gerði það þá voru 13-14 leikmenn sem gerði það eða fóru til FIFA Og voru þeir það bara lendið að launið þeirra var ekki greitt líka bara saman Já, og svo Það var ekki Belhanda að gila þá líka Nei, ég held ekki, ég var náttúrulega farin það gæti verið en það var eiginlega betri saga ég ætla bara En fegstu allt greitt á lokum með það? Nei, ég er ennþá betri og rekna ekki með því að það mun einhvern að koma sko Maður er nefnilega að heyri það alveg að þú getur farið í FIFA það er ekki því að þú fáir þetta tilbaka sko Nei, það fyrir svolítið eftir í hvað klúburinn er alltaf bara ég held að fórsetin sé komin í fangilsi án jokes Já Fórsetin sem var með byssurnar Ég aldrei trúa því En þú fer til Víking aftur En svo er ég með eitt Nei, tökum það eftir
Við erum með Balotæli í Við byttum með Baló, hann kemur. Þú ert með dagskrá Hvernig var að koma aftur heim? Það var bara ótrúlega gott eiginlega. Á gervigrasi? Já, þrátt fyrir það, en ég náttúrulega fjölskylda mér býr þarna ennþá. Mamma, pabbi og systkini mér bæði og þeirra fjölskyldur. Og þetta var náttúrulega nýbúið að vera COVID og náttúrulega fór beint úr COVID-inu til Tyrklands. Og ég var svona, áður ég fór til Tyrklands, þá var ég mjög lítið búinn að sjá fjölskylduna í COVID-tímanum. Og þar af leiðandi var það stór partur að ég neitaði fyrst að fara til Tyrklands. Þetta var svolítið langt frá fjölskyldu. Og og það var bara ótrúlega góð tími að koma tilbaka þarna þessa 3-4 mánuði sem ég var. Sko, Brescia aftur og svo bara leggur skona á hilluna, sko, ég spyrir náttúrulega fyrir það, en hvernig var skrokkurinn svona þegar þú leggur skona í síðasta skipta hilluna? Bara mjög góður. Ég hef verið ótrúlega heppinn með meiðsli á ferlinum. Ég er svona heila bara mest svona í vilja tímanum þar sem ég er í burtu 3 mánuði og aftur 3 mánuði og svo einhverjar 3 vikur. Það er svona heila bara svona mesta sem ég hef lent í eiginlega. Það er ótrúlegt. Já, ég hef verið ótrúlega heppinn og er bara ótrúlega góður í skroknum í dag. Já. Bara fín endir það ekki bara Serie B að spila fullt af leikjum og skemmtilegt, það ekki það? Jú, bara mjög skemmtilegt, sko. Ég svona... Skemmtilega Víking Stavanger, kannski? Hæ? Er líklega skemmtilega að enda með fulli virðingu fyrir Víking Stavanger? Það er gaman að enda þetta í Ítalíu? Já, algjörlega. Ég náttúrulega bara endaði þetta sem ég svona var í svona tíma. Og líka bara á þessum stað, bara ótrúlega fýtt staður að vera á og náttúrulega búum þar ennþá í dag, sko, þannig að það er svona bara frábært tími. Já. Brescia ætlaði að hafa þið áfram í starfið sem yfirmaður knattspyrnumála. Sko, hversu spennandi var það verkefni og svo hversu svekkjandi var það að það fór í vaskinn þegar það fór allt í skrúuna hjá félaginu? Já, það var mjög spennandi. Við vorum búin að ákveða þetta hann að löngu áður en að tímabilið var búið. Við vorum búin að vera það saman síðustu 3-4 mánuðina og búin að plana svolítið hvernig þetta átt að vera og bara því miður þá gerðist þetta sem gerðist og klúbburinn forsetinn misti klúbbinn og komið nýju eigendur inn og féllu þar að leiðandi eða voru settinir í Serie C út af fjárhagslegum tjóni en svona þó það hefði verið svekkjandi þá er ég svona bara ótrúlega ánæður að hafa ánæður bara gott að hafa fengið hérna tíma núna bara til að aðeins að anda og gera svona hluti sem maður hefur aldrei geta gert áður, ferðast og hitt fjölskyldu þegar maður vill og vera svolítið á flakki og bara vera með fjölskyldunni og bara hreinlega leika sér aðeins, sko. Bara búin að vera ótrúlega góðu tími. Já, frábært. Þetta er einmitt mjög áhugavert, sko, að leggja skóla á hilluna og búin að vera... Kalendari losnað dálítið? Já, bæði losnað kalendarið og svo líka bara að vera einhvern veginn... Engum háður? Já, en sko þegar þú ert fótboltamaður á svona háu leveli þá ertu líka... Það hlýtur að vera svo hátt spennustig, sko, og það er margir sem kannski kópera illa við að hætta að vera fótboltamenn. En fyrir þér er þetta bara, þú saknar þess ekki þannig? Eiginlega ekki neitt, sko. Ég bara, það kýtla stundum þegar maður er að horfa á leiki, sko. Já. En ég bara, tímandi mínar í Tyrklandi og í COVID og þetta var búið að vera svolítið mikið flakk á mér og ég var mikið svona mikið einn á tímum og svo var ég náttúrulega líka búin að ákveða með því að fara í þetta starf hérna á Brescia að ég væri að fara að hætta og var svona búin að fá ákveðis tíma til að vera sáttur við það.
og þannig að ég var ótrúlega klár í því að bara segja þetta gott. Já, kýtlaði ekkert að taka 1 tímabilið viðbót saman hvað það væri á Íslandi eða einhvers staðar annars staðar? Ég hugsaði alltaf áður en mér langaði að enda í KA. Já. En ég bara mér fannst þetta bara komið gott. Mér bara leiði vel og hafði bara enga þannig sé þörf á því. Nei, enda þetta líka bara þínu forsendum. Já, það er flott. Ég verð að spyrja, fórst í viðræði við einhver lið á Íslandi? Nei, ekki beint í viðræðum en það var heyrt í mér en ég gaf það aldrei neitt séns. Það var eiginlega, ég var lengur búin að ákveða það var ekki í stöðunni. Sko, að því að nú veit ég að hann er að hlusta á hann þátt, hann Jóhann Berg Guðmundsson, hann er að velta fyrir sig hvort hann er að fara í Breiðablik. Þú lítur að með einn skilabóð til hans að hann á alltaf að fara í Kópavoginn. Ég náttúrulega bý hérna í Kópavoginu þegar ég er heima, þannig að menn eru bara mismunandi þörf á mönnum og ég meina ef hann ákveður að fara heim þá er það örugglega bara fyrsta leiðin bara frábært fyrir deildina og bara gott fyrir hann. Já. Birkir, þú með nýjan lið hérna, glæn nýjan, fórst í smá heimaðunum fyrir hann. Mér langar bara að leyfa þér að eiga hann. Sko, ég er með leikmann sem hann spilaði með og hann ræður hvort hann takir þetta í einu orði, einni setningu eða fleiri, sko. Og þarna, þetta eru nokkur leikmenn sem hann spilaði með sem eru hellit áhugaverðir. Það eru alltaf fjölmargir, en ég ætla að reyna að taka einhverja þarna. Ég ætla að reyna að gera þetta í einhverju ákveðnu tímaröð. Ég ætla að byrja á einu Chelsea legendi. Michy Batshuayi sem var þegar Conte var í Chelsea. Þú varst með honum í Standard Liège. Gæði? Já, ég þarf nú að útskýra hann svolítið betur. Hann var nýkominn í Standard á þessu tíma og var mjög ungur. Já. Og var svolítið viltur. Og rétt áður en ég kom þá var hann tekinn af klúbbnum með að stela inn í klefa. Já. En aftur á móti bara ótrúlega fínn náungi og náttúrulega bara frábær talent á þessu tíma. Hann var örugglega bara, veit það ekki, 17 ára eða eitthvað þegar ég var með hann. Já, þú sást alveg að hann var að fara eitthvað lengra. Já, algjörlega, hann var alveg frábær, sko. Sergio Romero, markmaðurinn í Sampdoria sem spilaði svo með Manchester United, argentíska landslið og fleira. Gæði? Já, bara stórkostlegur, bara bæðin í klefa og á vellinum, sko. Svo er annar sem er á helviti áhugaverður sem er fyrir þjálfur verið báða Chelsea-menn við Leifur, Enzo Maresca. Já. Þú spilaði með honum í Sampdoria. Já. Er það var hann heili eða? Já, hann var, þetta var reyndar þetta var örugglega síðasta tímabil, hvort það hafi verið síðasta tímabil hans. Já. Það var hann hætti, þetta var allan í lokin á ferlinum og bara frábær náungi sérstaklega utan vallar. Hann spilaði var lítið þegar ég var hann á þessum tíma. Ég held að það var bara hann var ekki mikið notaður en maður sá alveg gæðin í honum. Og hann getur orðið þjálfari, mögulega? Já, algjörlega, hann var svona hann var þvílíkur leiðtogi. Tveir hafsendar segir með Shkodran Mustafi, góður? Já, frábær. Hann á þessum tíma hann í Basel í Champions League þá var hann nei, fyrirgefðu. Ég örugglega ég spilaði mót honum ég móti Arsenal. En já, hann spilaði slatta þarna, hann var líka ungur á þessu tíma en frábær leikmaður. Og svo er annar legend, Inter-legend, Walter Samuel í Basel. Já. Það er kongur eða ekki? Það er algjör kongur. Já. Bara örugglega ljúfasti maður sem ég hef nokkuð tímann kynnst í fótbolta. Bara maður heldur hann sé algjör skrímsli, sko. Já. Eins og hann spilar, en algjör snillingur, sko. Ótrúlega flottur gæði, sko. Já, og svo annað sem við erum búin að tala um eins og þetta Mohamed El-Neni, sko, svona gert grín á honum að Arsenal-stuðningsmönnum einhver bandir írs, en ég meina hann á alvöru ferleysi gæði og hann er góður. Já, hann er frábær, sko, hann náttúrulega
getur hlaupið í örugglega 4 daga í röð og alveg bara tankurinn tæmist aldrei Nei. og með gæðin alltaf í viðbót þannig að var frábær þegar ég spilaði með hann. Við tölum aðeins fyrir þetta með Mohamed Salah, þetta nýfærin frá Basel þegar þú mætir, var hann club legend þarna? Já, algjörlega. Ég það er náttúrulega ég held að hann minn alltaf vera það. Já, það var ekkert erfitt að replacea hann. Já, ég var ekkert mikið að bæli því á þeim tíma. Nei, annar góður í Basel sem spilaði með sem er Champions League vinnur í dag, Manuel Akanji spilar hún með Inter og svo líka ég að reyna við uppbúðir eða að koma óvart hvað eru góður í dag sko. Já, nei, hann var alltaf mjög steady sko, hann spilaði voru lítið á fyrsta tímabilinu en var komin inn í þetta seinna en aftur hann líka mjög ungur þegar ég spilaði með hann sko en klárlega maður sá alveg að hann átti möguleikana fyrir fram að sig. Já, nú ég spenntur og veit að hlustendur eru líka á sérstaklega Chelsea-spunnir menn hann spila með John Terry í Aston Villa. Hvernig náungi John Terry? Já, bara algjör snillingur sko. Já. Alveg svakalegt keppnisskap í hann sko. Hann var ekkert sattur hann í Villa? Alls ekki sko. Hann hvað var hann? 34, 5? 5 kannski. Og hann var á fullu allan tíman. Það var bara ekki hvort það var æfing eða bara fútboltennisin í klefa eða bortennis eða eitthvað, þá var hann bara full on alltaf sko. Var Father Time komin þarna eða var hann ennþá bara fáránlega góður eða? Hæ? Veistu, var hann orðin tóldi gamall sko? Já. Nei, hann var geggjað sko. Það komur ótrúlega óvart hvað hann var góður með boltan. Já. Maður tekur kannski ekki alltaf eftir því þegar maður er að horfa á leikið með honum en og stundum á æfingum var hann inn á miðjunni og var bara running the show sko. Í alvöru? Já. Það er rosalegt. Bara vinstri hægri og við tókum oft svo var hann alltaf aðstofþjálfari. Já. Hjá okkur og við tókum oft svona skotæfingar eftir æfingar og hann var svona að negla boltanum í okkur með ristinni. Já. Og hann tók bara hægri vinstri og það var bara flatt ekki og sást ekki mun á hægri og vinstri. Ótrúlegur. Gæði. Líka, hann er eitt markaðistur leikmaður sem, hann er bilaður sko. Já, ég get tökum sér podcast það. Sko Aston Villa tímin er náttúrulega það sem svona bólurinn elskar mest sko og þar eru kóngar sem spilaði með. Jack Grealish fær sér segment sko, Chris Samba, QPR legend, Alvör Beast, Snodgrass, Tyrone Mings, Tammy Abraham mætir að setja 26 slumur. Ekki gleyma Micah Richards. Já, ég ætla að segja Micah Richards, sá meistari sem er að gera gott í TV-inn í dag. Þetta var allt kóngar í svo liðið, ekki? Jú, þetta var ótrúlega hópur sko. Já. Og Míli Jedinak líka. Já, einmitt. Og það er bara ótrúlegt að þetta hefði tekið 3 tímabil að koma okkur upp sko. Þennan tíma. Sko, ég verð að spyrja þig, var verið að fá sér nokkra kalda eftir leiki og gera eitthvað skemmtilegt? Það kom fyrir. Já. En þetta er kannski svolítið búið að breyta síðan áður fyrir en jú, það kom fyrir. Og þá verðum við að spyrja út í Jack Grealish sem þú spilaði alltaf með Aston Villa, besti leikmaður sem þú spilaði með í félagsliði eða? Já, ég myndi segja það. Já. Hvor eitti meiri tími í hára á sig fyrir leiki? Ég heiti nú ekki mikið, ég hendi nú bara smá vatni í hárið en það tók smá tíma. En frábær náungi. Ég bara innan sem og utan vallar, það er ótrúlega góður. Ég alltaf nokkur sinni þegar maður var með hann inn á miðinni þá það skipti ekki máli hvaða hæð boltinn kom til hans, hann bara tók hann niður og skipti ekki máli hversu þröngt þetta var í kringum hann bara og ég held að þessi sennilega sá leikmaður sem hefur verið sem erfiðast að taka bolta af. Já. Alveg ótrúlegt. Þú veist ekkert mikið axlan af boltanum? Hæ? Þyngdapunkturinn bara við jörðina bara?
Ég oftast bara fór í gegnum hann. Ég fekk að heyra hann okkur sinnum frá hann. Sko, hann alltaf var í City, vann Champions League, fer svo núna lán til Everton. Heldur hann semst, hann kannski góður bara sem stór fiskur lítið tjörn eða heldur hann eginni gott múf? Nei, hann klárlega algjör snilldarleikmaður. Hann er búin að sýna það núna í Everton. Þó hann hafi verið mikið í meiðslum. En eins og ég sagði í byrjun að það er erfitt að fara í gegnum ferilinn án þess að hafa smá einhver erfiðleika það er einhver niðurleið. Já, og þá er komið að helviti miklum kóng, Mario Balotelli. Þú spilum honum tvisvar, tveimur liðum. Eða bara takt okkur í gegnum Mario Balotelli? Já, það er nú sögur sem ég kannski má ekki segja fara á hér á honum. En hann er ótrúlega, sko. Hann er náttúrulega ótrúlega hæfileikaríkur, sko. Bara á allan hátt og svo nautsterkur þó hann sko bara aldrei inn í æfingasal. Er voðalega svona bara low-key og stundum eða oftast bara fyrir hvern leik satt hann bara inn í horni og var að horfa á Call of Duty myndbönd bara 5 myndir í leik, sko, og svo bara tók hann eina sígarettu og á með skóna og út á vell. Já. Er hann miskilinn? Why always me? Er hann alveg? Ég get nú ekki sagt það. En aftur á móti frábær típa, sko. Ótrúlega skemmtilegur inn í klefa og algjör svona brandara kall, sko. Já. En svona ég hef oft sagt að ef hann væri með íslenskan haus þá var hann í Real Madrid. Já, það er ekki ólíklegt. Balú. Við erum að færa okkur í landsliði. 113 leikir, stórmótin og gullkynslóðin. Þetta er bara fárlega gaman að fá Birki hérna í setti í kvöld og við erum búin að ræða og góðum sögum og sögum óvæntum. Já. Leikjast til landsliðsmaður í sögu Íslands eins og við komum inn á í byrjun þáttar. Hversu stoltur ertu og availability is the best ability? Þú fékkst memóið þar? Já, ég svo sem alveg mjög stoltur að ég að hafa spilað svo marga leiki, en ég er náttúrulega bara meira stoltur yfir árangurinn sem við náðum, sko. Maður hugsar fyrst og fremst hann. Þetta er náttúrulega bara ótrúlegur árangur sem við náðum á þessum árum. Já. Magna, Rúnar Kri var að spyrja hvernig var að missa metið sitt til þín og segir þá, Birkir ekki maður sem baðar sig í sviðsljósunu, heldur vinnu bara vinnuna. Er það ekki spot on hjá einum konginum sem við minnumst á hérna í kvöld? Jú, ég náttúrulega hef alltaf gert það bara frá því ungum aldri. Bara frá því ég byrjaði í Káa. Bara láta verkin tala? Já, ég man alltaf að pabbi sagði ég bara við mig lengi alltaf fyrir hvern leik jú meira jú lengra og meira tempo ég er með og jú lengra ég hleyp þá því betra er ég. Já, ég er akkurat öfugt. Þannig að það er ekki en sko þú spilaði fyrsta landsleik árið 2010 og þá var kannski svolítið annar landslag þá, bara landsliðið og hvernig árangurinn var búin að vera árun á undan. Landsmæti 2011? Já, gastu sér árangur fyrir þér? Já, ég er svona, kannski, maður veit aldrei náttúrulega nákvæmlega hversu langt maður við náum, en við vorum náttúrulega búin að ná gríðarlega góðum árangri með 21 með þessum hóp og það var bara tímaspursmál hvenær við myndum allir eða flesti koma inn í þennan annarstagshóp og bara íta á bensínkjöfuna, sko. Já, þú náttúrulega, eins og segir, fest mér þegar landsliðinu 2010, Lars Mætis og 2011 spurt marga að þessu, þetta var líklega mikil breyting á góðan hátt. Já, klárlega. Ég ætla ekki að tala eitthvað illa um fyrir tíma, en þetta var bara einhver
eitthvað sem þurfti að gerast og margt sem var breytt líka bara hugafarið í leikmönnum svona maður fann það alveg, þetta var allt annað ég held ég verið í einhverjum 1-2 hópum hérna áður en að þetta fyrir að breytast og maður þetta breytist mjög fljótt eftir að við komum inn. Sannarlega og komist þarna í umspili gegn Króatíu fyrir HM 2014 var tapið mögulega góður skóli fyrir ykkur? Já, algjörlega sko við náttúrulega 2011 við byrjum eiginlega ótrúlega bara vel leið og Lars og Heimir kom inn við hann á þessu umspili strax og hann alltaf bara frábært fyrir okkar svona, eins og það segir okkar bara lærdóm eiginlega og þetta var gríðarlega svekkjandi, við vorum ekki langt frá því. Nei, heldur betur ekki. Sko talandi milestone sem við vorum búin að tala fyrir þættinum í kvöld. Ég man að þarna hugsaði ég að við náum sem mögulega aldrei. Já. Þetta var sensin okkar. Eða Smári fór að gráta og maður mann eftir þessu. Já, ég man eftir því. Talandi milestones, EM 2016. Það ekki nógu með að spila á EM, setja fyrsta marki í sögu Íslands og stórmóti í Grilli og Cristiano Ronaldo. Greitt í þjóðarsálina. Ég man ennþá hvernig marki var með þess að þetta er svo erfið og leiðileg spurning en hvernig var tilfinningin? Hún var ágætt. Þetta var við vorum bara á svo miklu hæ einhvern veginn bara og vorum búin að vera að því mjög lengi og við vorum bara það skipti ekki máli hvaða lið við vorum að spila mótið á hvaða stigi en þetta var alveg bara frábær upplifun bara ekki bara það að skora en bara allur þessi ferð þannig á EM sko. Sko, þetta einmitt punkturinn sko, því ég man bara hvernig umræðan var bara, við erum komnir á EM og það bara frábært og náttúrulega búin að slá út líka góðum liðum í undankeppninu og annað. Þið voru ekkert að mæta á EM til að vera einhverju túristar. Þið bara mæti Portugal í fyrsta leik og það bara 50-50 leikur. Já, algjörlega. Við vorum bara með þannig mentality, sko. Við vorum ekki neginn bara þannig stiltir allir að við vildum vinna og við vissum að við gætum minni hvert sem er. Þó að við varum að spila múti mun sterkari liðum á blaðinu þá bara vissum við ef við gerum okkar og þá er alltaf möguleiki. Já, það er svo þessi Ungverja leikur það sem við jafnaði þarna í lokin og svo þessi Austurríkis leikur sem er náttúrulega iconic svona það hefur líklega verið erfiður leikur að spila, Austurríkis leikurinn. Já, algjörlega sko. Lágu þetta á okkur? Já, við vorum svolítið já, maður bara á einhverju tímpundum þá vorum við bara heil lengi bara inn í teig sko, hjá okkur sjálfum sko og vorum bara að verja sko áður en við fáum svo bara allt í einu þessa hraðar upplöp og setjum hann og fáum svo England, það er alltaf bara ótrúlegt. Já. Og þá eru einmitt komin að því, menna þessi Englandsleikur, þú veist, við talaðum þetta við Ragga, við talaðum þetta við Kára og fleiri. Sko, mér leið persónulega bara nokkuð vel að horfa á hana leik. Þú veist, þetta var miklu þægilegri leikur heldur en til dæmis Austurríkisleikurinn og annað. Ég meina, þetta var bara eitthvað taktísk snið, þetta var svo þægilegt eitthvað. Já, þó að þeir hafa náttúrulega ekkert verið búin að vera frábærir á þessum móti en þá er þetta samt England en þá með þessar leikmenn sem eru hann inná og við náttúrulega eins og ég sagði hann, það var einhvern veginn bara, við vorum bara einhvern veginn ótrúlega vel svona saman stiltir og við það bara skiptir hreinlega ekki máli, við ætlum bara okkur og vissum að við gætum unni hvert sem er og já, eins og segir bara ógleymandi leikur. Já, sko, skiptir engum máli þessi frakkaleikur, bensín er búið og svo eru frakkar líka bara fínasta lið. Já, ég held að við bara vorum já, eins og segir bara
við erum alltaf búin að spila á Sama nána byrjunarliðinu. sömu leikmönnum bara alla leiki og vorum svolítið veit það ekki alveg bara svolítið búnir en aftur á móti vinnu við seinna á leikinn, það má ekki gleymast og þú settir hann já, en já, við einhvern veginn bara fáum á okkur þessi mörk allt og einfalt og bara sem drepur svolítið leikinn fyrir okkur. Já. Og, við höfum fengið Kára til okkar að tala hann hefur talað Sírú í öllum þáttum sem hann har komið til okkar og talað bara hvað hann góður í þrýðinspili við Griezmann og okkar fleira. Er Frakkar besta landslið sem við höfum mætt? Já, það er ekki ég þarf valla að hugsa það sko, þetta er Þú er alveg mætt ágætisliðum líka? Við mættum oft sko. Já. Og ég reyndi að skora slatta mörgum mótin en nefna það ég var að reyna að bíða eftir að þið myndi nefna það Þú varst alltaf duglegur að skora mótin Láttu mig nefna það sjálfur en jú, það var alltaf ótrúlega gaman að spila móti og við náðum fínu úrslitum móti en þessi leikur var gríðarlega erfiður þannig allavega sérstaklega þessi fyrri hálfleikur var bara já, þetta bara tók svolítið á sko. Já, svo náttúrulega þessi iconic mynd Leifur sem þú sendið mér að honum að leiða Messi á HM 2018 fyrsta reiknum mjög góð mynd sko, ég var til að eiga þess að mynda mér sko. Já, hún er pinnuð þarna hún er pinnuð já, bara fyndið að þetta hefði náð svona en skemmtilegt minni. Já, sko bara sá leikur Ísland-Argentína og HM sko fyrir hlustendur úti sem að munu aldrei spila á EM eða HM fá kannski að horfa á það í sjónvarpinu finnum maður mun á stærðargráðunni á EM og HM? Já, klárlega þetta var töluvert stærra en það var bara eiginlega einhvern veginn svona allt öðruvísi mér fannst þó að við áttum náttúrulega betri árang á EM en mér fannst það miklu skemmtilegri á EM svona utanvallar á EM? EM, já. Miklu skemmtilegra Hittar í Rússlandi? Já og já, þetta var bara svona já, maður fann svona eiginlega bara fyrir þetta var miklu stærra og miklu svona ég veit ekki alveg hvernig ég útskýrði það við vorum þó að við höfum náð betri árangur á EM þá var það bara miklu svona einhvern veginn skemmtilegri ferð kannski út af því að HM-ferðin var styttri en aftur á móti voru við mjög stutt frá því að fara áfram þó að þetta leit kannski ekki þannig út. Nei. Lengjan Já. Það er ekkert betra en að hafa rétt fyrir sér nema þá að græða nokkrar dúllur. Já, 180 milljónir. Já, það er kannski 13 þetta. Já, maður gæti hitt. Já, þú tippar en svo auðvitað eins og ég vil alltaf hamra á ertastíði baki á íslensku íþróttalífi. Þetta er vinn-vinn-díl. Ef að menn vilja breyta 1-2 dúllum í 3-4 þá myndi ég setja á KR í körfunni þessa dagana. Það er svona mitt heilræði. Ok. Og svo er David Jones, vantar þið nesti í gólpókan, vantar þið viðbytt í bílinn, eitthvað til þess að slá í vinnunni. Þekki nokkra sem eru með svona lítinn skáp bara, langar í eitthvað sætt. Smádölur. Grípa eina David Jones. Já, það að taka með það góðum gestum? Choco Dates. Ja, Choco Dates, en svo getur þú líka alltaf hent bara þessi kóla í skál, sko. Jú, getur gert það líka. Eitt, af því við erum nú oft talað lakrísdölunar, hvað er langt sem við myndumst á hnetudölunar? Mjög langt. Allt og langt, eða spyr mig. Ég held að það séu svona 50 þættir. Já. Þannig að David Jones hnetudölunar ekki svo á þeim. Frumherri. Allir að drífa sig í skoðun, það er allir með 3 og 4 í endastaf drífa sig í skoðun. Svo er íslenska þjóðin svo biluð, hún er bara eitthvað, já, svo fá náttúrulega Nígeríu vinnum þá, 1700 milljónir eða eitthvað. Það eru alveg íþróttamenn eftir á hyggja, auðvelt að vera eftir á speiki, hefðu við getað lagt þar leik eitthvað betur upp? Já, ég held að það er svolítið létt að vera vitur eftir á en við bara við töpum svolítið miðunni í þessu leik það er bara verið að segjast það er svolítið langt síðan ég síðan leik en þannig að
Ég vona að ég sé ekki að segja einhverja glóru en já, Emil var tekinn út af í þeim leik, eða settur á bekkinn eftir að hafa haft frábæra leik hérna á móti Argentínu en já, það er bara, þú veist, stundum gengur þetta upp og stundum ekki og þetta var bara einn af þessum leikjum sem bara einhvern veginn bara við lendum undir og svo allt í hennu 2-0 undir og það var bara leikurinn búinn og þetta er náttúrulega gríðarlega líkamsterkt lið sko, þannig að þetta er ekki auðvelt að spila á móti tapandi sko, undir. Nei, mann eftir hlaupinu þegar Kári var elda að Ahmed Musakant manna með það, gullessi Kára þar. Sko, munurinn á EM 2016, HM 2018 leiðinu, náttúrulega þarna er Heimir og aðalþjálfari, ég byrja að spyrja hvort liðið vinnur? Já, góð spurning. Það er náttúrulega ekki mikil breyting annað en það er helst kannski Alfreð. Já, Kolli náttúrulega algjör sko ótrúlegur leikmaður sko bara gaman að hugsa út í það ef hann hefði ekki lent í þessum meðslum sem hann hefur lent í þá hvar hefði hann endað hann var alveg algjör snillingur sko Balotelli með íslenska hausinn kannski já, einmitt en með meðslum því miður, hann var ótrúlegur en ég meina ég myndi örugglega að segja EM-liði sko með Kolla þarna frammi þá var það engin spurning sko. Nei, var Heimir að gera fannst þér, var þetta framhaldan Lars eða fannst þér Heimir alveg komið með sinn stimpil á liðið? Já, þetta var klárlega svona framhald ég veist ekki að Heimir hafi lært hellinga af Lars og eins og við allir en jú klárlega kom líka með sko bara sinn persónuleika og sinn hugsunarhátt í þetta og við náttúrulega gerðum bara bæði unnu ekki riðilinn. Jú, einmitt og unnum riðil með Króatíu sko? Já, einmitt, þannig að þú veist það er náttúrulega bara það fyrir sig frábær árangur sko, þannig að Heimir gerði alveg gríðarlega góða hluti eftir að Lars ákvaða að fara. Til að slúta landsliðinu bráðum, þú ert náttúrulega líka í þessum leikarna á móti Ungverjum, þar sem að Sóboslai setur náttúrulega í restina. Mikið talað að auðvitað endur í landsliðinu sem langar aðeins spyrja út í, en það kannski svona situr tóltið sárt örugglega að hafa ekki fengið eitt stórmóti viðbót. Já, það var ótrúlega sárt. Það var náttúrulega Hamren með okkur og náðu náttúrulega frábæri mánulega það líka. Hvað tókum við mörg stig? 19 stig í þessu riðli, minni mig. Tókum Tyrkina það eiginlega bara og... Já, og en bara ótrúlega óhefnir á tímasetninguna á þessum leik. Við vorum nokkrir eða þó nokkrir sem voru bara ekki í góðu formi á þessum tíma og svona eftir hvað var það, 60-70 mínútur þá voru bara fleiri en einn búnir í leiknum því miður og mistum þetta niður á síðustu hvað var það, 5 mínútum. Já, þetta var hræðilegt. Það var ótrúlega erfitt að setja sig við. Já, sorry sem rifið upp. Sko það er eitt sem langar að spyrja og við spurðum Kára út í öðlingum daginn og ég veit ekki hvað við mikla skoðan á þessu en Arnar Gunnlaugsson var í mjög góð viðtali daginn og hann er náttúrulega góð vinnur okkar og er landsliðsþjálfari allra þjóðarinnar. Það sem hann talaði að hann hefði ekki áhuga á að ná í úrslit á sambærilegan hátt og þið gerðuð vildi spila meiri fótbolta og annað. Finnst þér þetta ekki svona sem lykil maður í gullkynslóðinni er ekki erfitt að heyra svona? Jú, en við vitum alveg hvað við gerum sko. Við þurfum ekki að það skiptir ekki máli hvað hvort einhver segir eitthvað annað en jú, við náttúrulega á tímum spiluðum þú veist við vorum náttúrulega ótrúlegir varnarlega vorum náttúrulega bara einhvern veginn allir
tilbúinir að leggja allt sitt til að vinna leiki og auka voru við náttúrulega á köflum spiluðum mjög góðan bolta sko. Ég var að horfa einhvern mann aftur á Hollandsleikina við bara við spilum alveg frábæran fótbolta á móti eitt bestu þjóðum heims sko. Við erum ekki heima úti? Jú. Já, takk. Já, þannig að mér svolítið skrítið að skrítið, maður skilur alveg að fólk talar varnarleikin hjá okkur sem var náttúrulega bara upp á 10 en ég held að fólk gleymir svolítið það gleymir svolítið að hvað við vorum góði líka í fótbolta hvað við spilum góðan fótbolta ef þú horfir yfir liðið þetta eru allir menn með gæði þú veist með Ara í vinstri bakverð sem er náttúrulega bara frábæra miðjumaður sko. Frábæra bolta og við vorum allir mjög góðir á bolta og spiluðum bara á mestum tímanum bara frábæra bolta. Kannski er þetta sem gerist þegar þú ert með liðin svo Chelsea þar sem allir eru bara geðveikir að þú sér kannski ekki hvað Terry er ógeðslega góður í fótbolta líka. En það er líka bara eins og þú segir, ég meina þú vinnur ekkert öll þessi stórlið Króatíu, Holland, Tyrkland og fleiri lið á bara auðvitað skora einhver tíma á einhverju innkasti og eitthvað annað en það var fullt af góðum spilköflum auðvitað góðum varnarleik. Þú getur ekki verið mislæka landslið og ekki spila góðum varnarleik. Nei, og ég heyrði líka ég minni hann hefði sagt líka að þetta hafi verið bara nokkur ár. Já. Ég held að hann hefði sagt það líka en hann Arnar en það er bara ekki rétt sko. Hvenær kemur Lars? Hann kemur í 2011 og þetta er 10 ár. Og Hamren, þetta eru 10 ár sko, 10 ár í landsliðsfótbolta er mjög bara eitt ferill sko. Það er mjög langt sko. Þannig að ég er ekki alveg sammála því en það verður bara kíkja aftur á leikina Já, það er bara, þurfum að segja. Svo reyndar, ég var sammála Kára líka, sér alltaf vitni það frábæra viðtal hjá Grundaginn að það þarf að sjónvarpa þessu leiki miklu oftar sko. Það þarf að sína þessu leiki oftar sko. Bara eins og F er búið að vera í reynsli núna. Af hverju er að horfa einhvern F-leik frá 2003? Sýndum við bara þennan leik Síðasti landsleikurinn árið 2022 þegar þú ert að spila á mjög háu leveli í Tyrklandi. Þeir ekki vera að lemja þar. Þú hættir aldrei ekki að kosta á þér eða hvað? Nei, ég bara einhvern veginn ákvaða það. Mér fannst bara frekar landsliðið þetta ætti að velja með en að ég fari eitthvað að gefa það út. Ég hafði enga þannig sé þörf á því. Ég náttúrulega hef alltaf verið gríðarlega stoltur bara fyrir að fá að spila með landsliðin og vildi bara leyfa landsliðin ákvaða það hvenær ég heiti. Sko það er einhver ástæð fyrir með þessu 113 leiki, eins og Leifur segir availability is the best ability. Þú meiri svo spilar held ég meir og minna eftir sem ég mann flesta leiki þegar Addi Vitt er í liðinu reyndar mátti bara velja helmingina leikmönnunum sko, en þetta var mjög erfiður tími og þú veist, ég ætla ekki að biðja að koma með einhverja skoðun á þessu en það var örugglega rosalegt anti-climax að fara úr gullkynslóðinu í þetta tímabil. Jú, algjörlega sko og ég byrjaði bara að segja að náttúrulega Arnar á þeim tíma fekk náttúrulega ótrúlega ósanngjarna gagnrýni oft á tíðum sko og bara ótrúlega óheppinn það heiður að fá að vera landsliðsþjálfari en bara óheppinn að lenda á þessum tíma sko það sem þetta gerist og náttúrulega bara ekki bara erfitt fyrir hann, erfitt fyrir alla leikmenn og þetta var eins og segi bara ekkert sérstakur tími svona fyrir bæði þjálfara og leikmenn á KSÍ bara yfir heild. Nei, og þú reyndir líklega bara þitt best að miðla þeirri reynslu til ungra leikmanna og vonandi þetta eru strákarnir sem munu fara með okkur á næsta stórmót. Já, maður er náttúrulega bara reynir alltaf að gera sitt besta í þeim aðstæðan sem maður er í og þetta var náttúrulega bara fínustu tíma líka þó þetta hafi verið leiðilegt að missa svona marga á
á sama punkti í einhverju svona. Eins og ég segi, þú hættir aldrei að gefa kost á þér svona undir lokferilsins síðast í landsleikunni 2022 út varlega fyrsta hópaðni og þú hefði getað fengið fleiri landsleiki, er það ekki? Jú, ég myndi alveg þú veist, ég myndi meina það sko, en þú veist, það er landsliðstarfana sem verður liðið og þannig er það bara. En þú varst ekki sáttur? Nei, ég sáttur maður nei, ég get alveg hérna viðurkennt að ég var ekki sáttur. Ég var að spila í Serie B þó ég hafði verið að eldast þá verið að spila nánast þetta leiki 70-80% leikjunum og skora mörk og standa með, þannig að það komur óvart að ég var ekki í hópnum en hérna maður bara setti sig við það sem er ákveðið. Já. Við erum að detta í riddaraspurningarnar sem eru spurningar sendar inn af hlustendum. Það kom á seinni endan hérna. Já, það er að sé á seinni endan. Þetta voru gaman. Mjög gaman. Jónspel handa næsti gestur. Já, sko áður við komum að riddarspurningum aðeins að snerta á því núna þegar ferlinu með lokið. Hvað langar það að gera? Er það ákveðið? Ég byrjaður og er í svona sporting director námi út í ítalska sambandinu og klára það núna í apríl og svo bara sé ég til ég er ekkert að stressa mig yfir ég bara sé svolítið til ég sé svo bara hvað er í boðið og hvað möguleikar kom upp við verðum bara sjá til. Mættur í Liv Boutique, hvernig kom það til? Fyrir hvað? Liv Boutique? Já, þetta er náttúrulega bara eitthvað projekt sem kærasta mín langaði að prófa og hefur farið í það og bara gaman að fylgjast með því. Hvernig maður til að vesla þar? Er eitthvað að pælið að fara í business eða langar að halda innan fótboltaheimsins? Ég er náttúrulega bara búin að vera í svona business með bara í langan tíma og mjög náttúrulega bara halda því áfram með kannski öðru, maður veit aldrei maður hefur verið í fótboltanum lengi þá svona leiðist kannski leiðin oft þangað áfram og ég rekna með að ég mun gera eitthvað í fótboltanum, hvað það verður, það bara verður tíminn að lýsa en maður er bara í alls konar hlutum. Spennandi. Sko, við erum komin að riddarspurningunum. Mér langar að ríða á vaðið. Þetta er auðvitað magnaður ferill og taldir upp nokkar leikmenn sem þú spila með en fleiri sem þú spila á móti. Áttu myndalegt treyjusafn eða ertu kannski ekkert í því? Jú, ég hef alltaf reynt að safna nokkrum treyjum sko. Ég alltaf mest stoltur að vera með Messi kannski. Það sá að það voru hæg heim að tökja með myndina allavega. Já, geðveik. Ég er ekki sem aðeins með mína Rammaði. Já, sko, en áður komið riddarspurningar og þetta er fáránlega ósængjöld spurning og ég byrsti aðsögna fyrirfram. En maður er bara búin að segja svo margar skemmtilega sögur. Þetta er bara opin spurning. Ein skemmtileg saga kannski sem er ekki komið fram að ferlinum má vera inn eða utan vallar, kannski einhver leikur þar sem varst að kljást við einhvern leikmann sem fór einhvern veginn eða einhver saga. Þetta er ósækjað spurning, þetta er ótrúlega Senda á mig áður ég kom. Já. Er ekki búin nóg fyrir leikur? Þetta er eitthvað, ég skal bara byrja að dempa á spurningum og síðan eitthvað dettur inn. En við erum að detti í riddarspurningum. Það er Andrés Andrésson sem ríður á vaðið og hann spyr besti leikmaður utan landslið sem hann hefur spilað með og hver er besti andstæðingur? Klárlega Jack Grealish sem ég hef spilað með algjör snillingur
og hann alltaf oft létt að segja Messi eða Ronaldo en ég vil eitthvað segja alltaf Modric. Já. Alltaf bara ég var alveg gríðarlega erfitt að komast nálægt honum sko, hann bara tók touchið í burtu frá mann alveg þegar hann fekk boltan, þannig að það er sennilega sá besti sem ég hef svona séð hinum með við Vallarheimingin. Verður aldrei, að því við erum bara að taka hvernig tíma, við erum bara á leiðina, verður aldrei hrættur inn í göngunum sko þegar þú sérð bara á hinni hliðinni Messi eða Ronaldo eða eitthvað? Nei, þú veist, maður er náttúrulega búin að vera svo lengi í þessu og ég veit að maður kannski, þú veist, þegar maður var að byrja í þessu þá kannski maður verður kannski ekki beint veit hrættur en svona verður meiri virðingu fyrir þeim en svo bara líður tíminn og maður fær meiri reynslu og spila fleiri leiki og þá bara er frekar gaman að negla á niður og setur hann bara grillaða. Þessi frakkari get ekki neitt. Sko, er einhver leikmaður sem að spilaði með og var vissum að hann er betri, næði lengra en að gera svo? Hver er mesta talent sem ekkert varð úr? Aftur Andrés Andersson. Ég held að sé kannski Embolo. Já, Bril Embolo. Já, ég var með honum í Basel sem ég held að hann hefði verið 17 ára og hann var alveg að briljera hjá okkur þegar hann var 17-18 ára sko og líkamslega bara algjör nautsterkur sko og bara frábær í fótbolta, hann alltaf fínasti feril en ég kannski ég held að myndi fara alla leið. Já, alla leið, algjörlega. Já, maður hefur séð þann leikmann já. Þessar nefnilega tókstu einhvern tímann alvöru mökkun með Grealish? Mökkun? Fyllir í. Alvöru fyllir í. Er við íslenska? Já, alveg nokkru sinnum. Við vorum oftast oftast síðastir heim. Já. Hvað sagði Pep Guardiola gott, spyr Gunnar Örn? Bara fínt, hann sagðist alltaf hafði viljað koma að heimsækja Ísland. Það er gaman að gera það. Íslandsvinur. Já. Þessi er önnur sem við kannski allir Ísland. Tengda svona Íslands. Önnur sem kom fram fyrir þættinum en Haukur spyr, ertu Þórsari eða Káa-maður? Káa-maður. Sjálfsögðu. Bjarki Hólm spyr, er endurkoma í Káa útilókuð ef Sævar mæti með stóru selana? Alltaf ár síðan ég hætti þannig að sýnist að reyndar að geta að fara út á völl á morgun sko. Nei, ég er ekki að fara í fótboltaðar. Nei, Viktor Már Birkis, við skulum taka þetta fyrst það komið inn, var einhvern tíma pæling að taka lastans með Káa en það var... En þú hugsaði það alveg? Jú, ég hugsaði það var alltaf draumur hjá mér að enda þetta hjá þeim en svo bara þá bara fann ég að þetta var komið gott. Já. Hérna er önnur og þessi mjög góð. Fylgdistu með umræði á Íslandi í kringum landslið? Myndur þú segja að það hafi verið vannmetin og minna talað um þig af því að þú varst ekki alveg upp á Íslandi og átt ekki vini sem stýra hlaðvörpum sem stýra umræðinni? Ég veit það ekki. Þetta hefur svo sem ekkert skipt mig þannig sé miklu máli. En klárlega þetta er bara oft þannig í litlum samfélögum að það er alltaf einhver sem þekkir einhvern og þannig er það bara en það er svo sem ekkert sem hefur truflað mig og skiptið mér svo sem var litlum máli. Er ekkert erfitt að út samankvæmt sem byrjum með landsliðinu eða Aston Villa eða hverju sem er að bara útilokaði alveg frá umræðinu er ekkert freistandi að fara þegar átt góðan leik þarf það móti að skoða á hvað þeir að tala við og svo öfugt líka. Jú það er kannski svona bara erfiðara kannski svona til að byrja með þegar maður er að byrja þegar maður er aðeins yngri ungur og villaus og lætur hluti kannski fara meira inn á mann
en maður ætti að vera að gera en það er bara eins og allt annað maður lærir á það og á lokum þá bara veit maður hvað skiptir máli og hvað ekki. Loka spurningi fyrir hraðaspurningar. Þetta er búið að vera geðveikt fyrsta viðtali hjá Birki Bjarnarsyni, alla fyrsta podcasti. En þessi smá erfið, þannig að þú tekur bara þeim tíma svo vilt. 5-a-side-lið sem þú spilaði með. Já. 5-a-side. Samuel. Já. John Terry. Grealish. Hvað er komið þrjá? Já. Einhverju íslenskir? Já, ég hefði viljað setja Eiðinn á en ég bara því miður þá spilaði ég með honum á lokferðinu. Já. Þannig að ég Þú fær allavega ekki á þig mark. Nei. Ég myndi sennilega setja Gylfa í liði sko. Og síðasti leikmaður. Hver er på topp? Þetta er gríðilega, þú ert að senda á það. Já, ég veit það, ég byrði afsökunar. Jú, Kolli eða Embolo. Já, Kolli eða Embolo. Það er komið að hraðspurningum, síðasti liðurinn, þetta er búið að vera geðveikt. Við byrjum á besti og lélegasti þjálfari á ferlinum. Besti þjálfari, ég vil alltaf sagt Lars. Já. Bara ótrúlega persóna og bara mjög svo yfirvegaður maður og bara með allt upp á 10 sko. Var ekkert skrítið þegar hann var áðan að einhver þriðji þjálfari þarna undir Adda Vitt eða? Jú, það var svolítið sérstætt að sjá hann í þessu hlutverki en jú, reyndar en versti þjálfari, ég var nú með nokkra þjálfara þannig á Ítalíu í Serie B en ég ætla að velja ekki að nefna þannig. Leiðilegasti mótherji sem þú mættir á velli? Jesus. Hægur hraðaspurningar. Já, þetta er hrikalega spurningar. Leiðilegasti mótherji. Var enginn að klípa þig? Einhver að klípa þess, kjafta. Stempla þig? Já. Nei, Þú gleymir þið jafn óðum. Já, þú ert ekki já. að pæla því sem gerist inn á vellinum þegar þú lappar út af. Nei, hann er jafn harður að búti. Já, þetta er alltaf erfið spurning. Já, byrðist afsökunar. Hvar leið þér best á ferlinum? Basel. Er eitthvað move sem þú sérð eftir? Ég svona, þú veist, maður reynir alltaf að taka það, maður, þú veist, tekur eiginlega alltaf réttar ákvarðanir með sko, það sem maður er með af upplýsingum þá sko, en ég hefði viljað, þú veist, eftir að, ef ég horfið tilbaka og þá hefði ég viljað tekja þar ákvarðanir þegar ég fór til Sampdoria. Stærsta liðs reynda að fá þig? Sennilega maður er svo erfitt að segja þetta og maður veit aldrei. Nei, það má vera áhugi. Já, ég fekk að vita eftir á að Napoli hafi ekki umbóðsmaðurinn sem við vorum að nota á Ítalíu sagði við mig eftir á að Napoli hafi búið með samning. Hvenær var þetta? Hvenær var það? Árið ég fór til Basel. Já. En ég fekk að vita það seinna. Það hefði plumað sér vel þar. Af hverju fekkst að vita það seinna? Ég bara veit það ekki. Svo náttúrulega, hvað veit maður náttúrulega, þetta er umbóðsmann segja, þú veist, hvort það sé rétt eða ekki, hver veit, en það var svona bara þessi saga sem maður fekk svona eftir á. Besti samningur á ferlinum? Villa. Já. Besta staka tímabilið þitt? Basel. Mestu vonbrigði á ferlinum? Ungverja leikurinn. Já. Stærsti leikur með félagslið og landslið eða eftirminnilegasti?
Portugal með landsliðinu og sennilega eitthvað sem Champions League leikum Já. með Basel. Steve Bruce eða Urs Fischer? Fischerinn. Þá bara komið að loka spurninginni. Birkir Bjarnason, þetta búið að vera æðislegt. Eitt ráð til ungra knattspyrnumanna og hvenna? Bara hafa það gaman. Ég veist, það er náttúrulega maður í fótbolta til að hafa það gaman til að byrja með og náttúrulega bara ef þú hefur áhuga á því þá bara spila fótbolta þá sé æfing eða bara út á velli eða í skólagarðinum eða hvað sem það er. Birkir Bjarnason, takk fyrir kvöldi, takk fyrir komuna og til hamingju með glæsilegan feril. Takk fyrir mig.